Já, veriði velkomin áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér erum við að fara að hefja útsendingu frá stórleik í Missunadeild kvenna í blaki. Sem toppliðin í kvennadeildinni mætast KA og Afturelding. Skulum bara byrja á því að sjá hvernig staðan í deildinni er. Hún kemur hér. Sjáum að KA er efst í deildinni með 29 stig af 30 mögulegum. Búin að vera frábæri vetur enda eru þær bíða aðeins. Já, það erum við klári í slaginn hérna. Já, eins og sjá, KA-liðið er búið að vinna alla 10 leikja sína í vetur, aðeins 1 leikur sem að þeir hafa ekki fengið öll 3 stigin. Afturleik hins vegar búið að vinna 8 leikja af 10 og þeir eru með 24 stig og geta því með sigri minnka forsvöld KA niður í 3 stig, auk þess að KA-liðinu eftir að mætast einu sinni aftur í vetur, það í Mosfellsbæ. Þannig að það er heldur betur mikið undir fyrir gestina til að halda áfram lífi í toppbaráttunni. Sama tíma getur KA-liðið eiginlega klárað deildina með sigri. Þetta verður spennandi að sjá. Skulum renna yfir liðin. Byrjum á gestunum. Hérna sjáum við þær. Númer 1 er Valdís Unnur Einarsdóttir, númer 2 er Steinunn Guðbrandsdóttir, númer 3 er Velína Apostolova, númer 4 er Kristína Apostolova, 5 er Þórey Símonardóttir, 6 er María Rún Karlsdóttir, 9 er Kristín Fríða Sigurborgardóttir, 11 er Birta Rós Þrastardóttir, 13 er Anna María Vidal Buiza, 15 er Telma Dögg Gretarsdóttir, 18 Daniela Gretarsdóttir og þjálfari er Borja González Vicente. Já, fáum svo KA-liðið eftir smástund. Þetta verður, eins og ég segi, vonandi hörkuleikur. Ekki nokkur spurning, þetta eru búin að vera 2 bestu lið deildarinnar í vetur. Og verður, eins og ég segi, þetta er ótrúlega gaman að sjá hvernig þessi liði leggja hennar leiku upp. Þetta er stærsti leikur tímabilsins til þessa, ekki nokkur spurning. Og já, eins og segi, KA-liðið búið að vera frábærar. Þær eru Íslandsmeistarar, bikarmeistarar, deildameistarar og meistarana eftir frábært síðast tímabil og þær hafa heldur betur haldið sama dampi hérna sem af tímabils. Við skulum byrja þá á þetta svona. Númer 2 hjá KA er Nerja Matelian, ný leikmaður. Leik sem fyrsta leik á sigri síðustu umferð. Númer 3 er Helena Kristín Gunnarsdóttir, blagkona ársins. Algjörlega til fyrirmyndar hún Helena. Sjáum númer 4, Heiðrún Júlía Gunnarsdóttir. Númer 5 er Pála del Olmo Gómez. 6 er Gía Guðnadóttir. 7 er Jóna Margrét Arnarsdóttir sem verður uppspilarinn númer 1 núna eftir brottfar með Dínu Laus úr KA-liðinu. Númer 8 er Sóley Karlsdóttir. Númer 9 er Lovísa Rut Aðarsteinsdóttir. Númer 10 er Hulda Elma Eysteinsdóttir. Elma mætt aftur og verður liðin til taks eftir tímabils þá sem uppspilari. Númer 12 er Arnrún Eik Guðmundsdóttir. Númer 13 er Valdís Kapitula Þorðardóttir. 14 er Heiðbrá Björgvinsdóttir. Og þjálfari er Miguel Mateo Castrillo. En þetta fer að fara á stað hjá okkur og má, eins og segi, búast við hörkuleik. Þetta er, eins og segi, að fara af stað. Sjáum að það eru gestirnir sem að munu hefja leik. Þetta, eins og segi, mikil eftirvænting fyrir þessum leik. Þetta er hálfgerður úrslitaleikur í deildarkeppninni. Svo mætast þessi lið í 8 liða úrslitum Kjörís-bikarsins á næstu dögum. Þannig að þessi lið ætti að þekkja ansi vel þar kemur að sjálfri úrslitakeppninni í vor. Þessi lið eru nú ansi ríklega til þess að berjast þann stóra
En hvað það, þessi leikur að fara af stað. Það hún Daníela Gretarsdóttir sem mun hefja þetta. Þetta býr sig hérna fyrir fyrstu uppgjöfuna og hér kemur hún. Hún fín, Helena missar hann aftur í sig og í kjölfarina Sóley ekki að stýra þessu og fyrsta stigið gestana. Það ekki ammalt að byrja þetta á ás. Daníela Gretarsdóttir hvergi bankinn. Það er smá stress í liðunum. Hér í upphafi. Hér kemur næsti bolti frá henni. Hún eins og allt og lág. Og KA-liðið fær hérna ódýrstig 1-1. Og þá það Jóna Margrét Arnarsdóttir sem fyrir uppgjöfina. Þessi gríðarlega efnilegi unga stelpa, eða ungi leikmaður sem núna orðinu uppspilari nr. 1 hjá KA. Flotta uppgjöf en fín móttaka en KA-liðið fær hún á þægilegan bolta yfir. Kemur Jóna með sendinguna á dæmt tvíslag á Jónu. Gestinni fá hérna annars stig sitt, komið á 2-1 yfir. Þá það hún Anna María sem var fyrir gestina. Sér langur þessir út, vel gert hjá Valdísi, las þennan hárrétt og lét hann fara 2-2. Eins og segi, kannski eðlilegt þessi smá stress í liðunum. Það ekki þessi smá tíma að finna taktinn. Gaman að segja því að KA Þór komið áfram í undanúrslit Coca-Cola-bikarsins í handbolta. Þetta 10 marka sér á IR núna bara rétt á hann. Það nóg að vera í kvennaíþróttunum hjá KA hér í dag. Það kemur hörkusmass sem að Helena tekur móti, boltinn aftur yfir gestana. Nú kemur boltinn út á kantinn og þetta vel klárað þarna hjá henni Telmu. Þjörmuð að KA-liðinu og svillingar þarna og fínt bolti út á kantinn og Telma neldi þessu niður. Það var vel gert hjá þeim. Það tekur Helena vel móti þessu. Boltinn á Sóley og Sóley, já, hún skorar. Kemur þetta með erfiðan bolta fyrir Helena Maríu sem að missir boltan aftur fyrir sig og KA búið jafna í 3-3, jafnt á öllum tölum hér upphæði. Bara nákvæmlega eins og viljum hafa þetta hörkuleikur. Fer skemmtilegast að, og til að bara spurning hvort liðið fer fyrr í ganga í sinn gír. Þessi fín móttaka, hérna kemur boltan á kantinn og já, þetta vel gert þá Maríu. Misti móttökuna áðan en skilaði þessu vel í gólfið og henn leiða gestirnir. Telma með uppgjöfuna, Helena tekur við þessu, boltinn á Pálu, Pála, já, það bjargaði þessu, nú séns fyrir gestina, þessi inni, já, KA-liðið fagnar þessu en þessi var klálega inni og María Rún með sitt annað stig í leiknum, kemur gestunum 2 stigum yfir, fyrsta skipti í leiknum. Fín bolti þarna og fín móttaka og nú kemur Sóley. En það bjargaði þessu, nú laga fyrir gestina. Já, Jóna kemur þessu bolta hátt upp í loft, gerir þetta vel, Valdís kemur þessu þægilega yfir. Nú séns fyrir gestina og vel spila þarna á miðjuna og þessi var alveg á línuna, þessi var inni þó að, nei, hann var dæmdur úti. Mér fannst þessi vera inni en hvað veit ég, KA-liðið fær þá stigið 5-4. Matteo var handviss þetta og Sifrid Árni dómari sammála því. Já, þessi var úti hins vegar og bæði lið því með smá mistök núna. Þessi uppgjöf í net og niður.
Þessir úti frá Sóley líka. Já, vantar aðeins upp að miðja á liður núna. Kom þar þó nokkrar uppgjafir í röð núna sem hafa ekki hitt af völlin. Þetta þess að velgæta kálinn og kemur boltinn á Helenu og Hávardin tekur kraftin úr þessu og kemur sem sínum megin. Aftur að Hávardin kálinn sem svarar. Kemur afturlínuspans frá Pálu. Það bjargar þessu. Þælu boltur í kálinn núna. Pála upp á Jónu. Jóna, hvað gerir hún? Setur hann á Helenu. Helena neglir þessu niður. Það er ekki mikið að spyrja því þegar Helena fær svona færi. Þetta var vel gert. Já. Vonandi Káli byrjað að finna betur taktinn. Það náttúrulega eru svo gríðarlega öflugar þegar það finna gýrun. Það yfirleitt alltaf, eins og sé, búin að vinna alla leiki tímabilsins til þessa. Ekki með gýja með uppgjöfin á þetta var eitthvað miskilningur en það koma boltanum yfir á hendanum og þetta endaði í stíi fyrir gestina. Þetta efast að það verið planað en hvað veit maður? Það er náttúrulega allt reynt. Fast uppgjöf hérna en Helena tekur vel við þessu, fæst á boltan í kjölfarið og smassar þessu en frábær móttaka þarna hjá henni Kristínu og þær svara svo með stíi innum megin. 9-6 fyrir gestina. Þær að byrja betur. Stelpunar á Mosfellsbænum. Helena boltar aðeins og langan og Jóna nær honum ekki. 10-6 núna. Já. Vantar aðeins upp á móttökunni Káliðinu. En þetta er svo svona fínar uppkjæði frá henni Daníelu. Og þá tekur Miguel Mateo Castrillo leikli fyrir Káliðið og ég svo sem skil það vel. Ekkert að bíða eftir að staðan verði erfiðari. Þannig að strax að bregðast við. Það eins og sé kannski smá stress í Káliðinu. Búið að kannski stilt í þessu upp sem aðeins og stórun leik. En það er þá mér að kenna. En hrós á gestina, þær eru mættar norður til þess að leggja þetta gríðarlega öfluga Káliðavelli. Það er alveg morgunljóst, eru hvergi bangnar. Jæja, sjáum hvað þetta leiklið skilar Káliðinu. Þetta kemur uppgjöfin beint Pálu og Helena, hún er blokkuð. Þetta var frábær blokk frá Kristínu Fríðu. Já, Kristín Fríða las Helenu vel þarna og 5 stiga munur. Þetta kemur kannski aðeins á óvart, en alltaf svo sem oft mikið sveiflur í blækinu. Samtlis kallalið Ká að tapa fyrstu reynu gegn Aftureldingu núna daginn 10-25 en vannastu 3 reynur. Þarna bregst Helena við blokkinu áðan og laumar og þetta er gott stig. Annað stig Helenu í leiknum. Þau verða klárlega fleiri, það er ekki nokkuð spurning. 11-7 eða 7-11. Flott uppgjöf hérna frá Jónu. Þær gera vel úr þessu nema þessi bolt er ólangur og endar úti. María setti aðeins mikið kraft í þetta. Káli upp á 3 stig. Jóna heldur því áfram uppgjöfinni. Jóna er með rosalega flottar uppgjafir sem er erfitt að eiga við. Og hér kemur hún aftur. Þau missa hann aftur í sig en ná að bjarga þessu. Hún kemur alltaf það þægilega til Káliðsins. Jóna fara að velja núna, setur hann á Helenu, Helena af Hávardinni og nú er séns fyrir gestina og kemur
hörkusmas en þessi úti. Nei, það dæmdur inni. Ég fannst það vera úti en greinlega ég á ekki að dæma. Annar bolti sem ég misreikna hér í kvöld. 12-8 fyrir gestina. Sjáum hvað Anna María gerir. Valdís, bolti var ákaflega neðarlega, hún þurfti að taka hann til hliðar líka. Hún missar að þessum. Aftur 5 stiga munur. Þetta þægilegt fyrir Helenu. Nú kom Jóna á Pálu. Pála, já. Sér að fjærhornið galopið og sendir boltan rakleiðis þangað. Fyrsta stig Pálu í leiknum. Mikilvægt að fá hana í gang. Ótrúlega öflugur leikmaður og mikil reynsla sem býr inni. En hún enga veginn að fara á taugum þó að það er mikið undir hér í kvöld. Jóna upp á Helenu og Helena upp á Sóley. Sóley, já, fín móttaka þarna hjá Kristínu og þetta svo negla hérna frá henni Telmu. Staðan orðin 14-9 fyrir gestina. Sköndum aldrei afskrifa KA-lið. Þær hafa verið ótrúlega naskar í vetur að klára hrinur með öflugum lokaspretti. Hér kemur einmitt Pála með stig sem hún neglir í hávörðina. En það fast að boltinn deyr í hávörðina þetta niður í gólfið. Mætir Gía aftur til leiks og hún Valdís Kapitúla fara aðeins að slaka. Heiðrún með þessi var úti. Aðeins vann til hliðar hjá henni. Þessi var úti, já. Helena beið eftir kallinu en fekk það ekki, en hún kallaði bara sjálf lét boltan fara. Hún á þetta stiga upp á sitt einstæmi. Þá Pála í uppgjöfinni, sjá hvað hún gerir. Hún fín, en það bjargaði þessu vel og hér kemur bolti sem að Pála tekur. Jóna upp á Helenu afturlínuna. Helena með naska bolta þarna sem ná að bjarga og kemur flott hávörð, það bjargaði þessu, enn boltinn á lífi. Reyna að lauma, gengur ekki. Jóna upp á Sóley og Sóley að hávörðinni og þessi úti, já. Vel gert hjá Sóley að lesa í hávörðina. Setur hann uttalega í blokkina og út. 15-12, KA-lið að koma sér betur og betur inn í þetta finnst mér. Það bara að halda áfram og brúa þetta bil. Kemur Pála. Þetta vel gert hjá Kristínu og kjölfarið negla þarna frá Maríu Rún. Já, hennar þriðja stig í leiknum. Það ekki slæmt af 16 mögulegum. Helena missir hann aðeins aftur fyrir sig en þar Valdís klár og Sóley reynir að koma boltan fram með hávörðinni, gengur ekki. Og gestirnir eru strax búin að svara fyrir hérna kafla KA-liðsins. 5 stiga munur á ný. Valdís gerir vel hérna Jóna á Pálu. Pála af hávörðinni, það ná að bjarga þessu. Kemur boltinu afturlínunni fastur en Helena með frábæra móttöku og Jóna nær ekki að hitta Gíu þarna. Það taka snöggan bolta en Gía var þessi aðeins á nálættinni. Já, 6 stiga munur núna. Gestirnir einfaldlega búin að vera mjög góðar þessum afleiks. Þessi úti, já. Þessi uppgjöf frá henni Maríu aðeins of löng.
Við viljum rýna aðeins betur í tölfræðina. Nú fyrir næsta leikli eða bara þegar þessi hrein búinn. Það var örugglega einhver leikli áður en að hún klárast. Kemur Sóley. Flott uppgjöf, en frábær móttaka. Nú nei, ná ekki smassinu. Hulda Elma komin í uppspilið. Finnur Gíu og Gíja klárar þetta en fer í netið. Mér fannst það eins og á bendinguna Sigurbjörns Árna dómara sem var dæmt net, já, hann dæmdi net. Hann hlaut að vera. Stigin voru ekki eins þarna á stigatöflunni í húsinu. Þá mætir hún Nera inn á KA-liðinu. Já, Nera Mateljan. Eins og hennar annar leikur með KA, sjáum hvað hún hefur fram að fara. Og þessi boltar ennþá í leik, fór ansjátt yfir loft, en KA-liðin að bjarga þessu. Hvað gerir gestin hérna? Þetta vel gert hjá Helenu, frábæra staðsett. Og þessi boltan í kjölfari, dæmt tvíslag á Elmu. Elma eins og segi, mætt aftur í KA-liðið eftir að hún lagði skóna á hilluna samt eiginlega ekki. Hún búin að spila með KA Krákum í vetur. Síðan útkomnar í 8. úrsliti í bikarnum. Það verður KA-liðin til taks sem uppspilari. Medina Lös búin að yfirgefa liðið. Þá tekur Matteo leikli. Og skulum kíkja aðeins á hvernig tölfræðan í þessari fyrstu hrinnu búin að spilast. Sjáum hérna KA-liðið með 13 stig gegn 25 stig á KA úr Smörsum gegn 7. Engin ásök KA-liðin gegn 3 gestunum. 1 laumaði KA gegn engum og 1 blokkstig á gestunum. En KA-liðið búið að gera 9 mistök sem gefa gestunum stig og það bara of mikið. Gestunum vísum með 7 á móti. Það eru 5 úr mistum uppgjöfum. En gestunir núna með 7 stig á fórstu sem mesta fórstu sem hefur verið í leiknum. En sjáum hvað KA-liðin að gera núna í kjölfarið. Vonandi náðar að bregðast við. Þetta ekki alveg búið. Þó að gestinni séu í lykil stöðu á að taka þessa fyrstu hrinnu. Hérna kemur boltinn frá henni Valdísi Unni. Já, Elma tekur við þessu. Elma hratt uppspil á Gíu. Það taka við þessu en boltinn á langur en að KA-lið fær boltan. Kemur Helena. Neglir þessu. Vá, þessi var ansi fastur. Og Thelma Dögg. Hún heldur vera ánað að hafa ekki fengið andliti. Þessi var hrikalega fastur. Þá Heiðrún mætt inn á í miðjuna. Gíja komin í afturlínuna. Og þessi tekur bara uppgjöfuna og svo þegar missum uppgjöfaréttin þá kemur væntanlega Arnrún. Þessi var inni. Alla dó hann í loftinu boltinn og lendi akkurat á línunni. Hún, Kristína var alveg viss að þessi væri úti. Ég skil alveg mjög vel, en þessi var inni. Þannig að Gíja heldur áfram. Fyrsti ás KA-liðsins staðreynd. Hér kemur Gíja aftur. Taka við þessu, nú kemur boltinn. Já, ég ætla að segja að kemur boltinn fast þarna, en hún, Anna María, las vel, sett hann í blokkina og út og það var engin klári að taka boltan hana. Sjáum að Arnrún Eik mætt sem líbero á KA-liðinu. Hún hefur leikið sem kantur í vetur. Hann var líbero í fyrra og var ansi öflug í því hlutverki. Sjáum hvað hún gerir. Sjáum Daniela í uppgjöfinni, setur hann út. Enn einu uppgjöfin sem út hjá gestunum. 21-16. Það ennþá séns fyrir KA-liðið. Þá engin önnur en Hulda Elma Eysteinsdóttir mætt í uppgjöfina. Hún var kosin Blakkona ársins hjá KA. En Elina Kristín var Blakkona ársins hjá Blakksambandinu. Og frábær hávöld í KA-liðinu og Arnrún klár þarna og Pála af hávöldinu niður. Þetta vel gert. Snýr þarna vörn í sóttelpunnar. Og
náðu þessu stíi 21-17 eða 17-21, 2 stig röð Kála núna eins og við sjáum þetta niður í horninu á Kála-markinu og vandræði á gestunum hérna en kom boltanum yfir Elma upp á Pálu, Pála frábær móttaka hérna og þær ná ekki að berga þessu það er þetta hrósa Önnu Maríu fyrir að ná þessu bolta hátt upp í loft en Daníela náði ekki til boltans í kjölfarið og Káa mingar til 3 stig, þetta er vel gert þetta er eitt nálið í blækinu getur aldrei slakað á og alltaf að halda áfram að sækja getur ekki bara varið 7 stiga fórustu Elma, wow, þetta var ansi neðarlega þessi móttaka og klikk hjá henni Telmu, spurning hvort það sé komið eitthvað smá stress í gestarinn núna, Káa komið 2 stigum frá þeim núna þá tekur hann Borja Leikli reynir kannski hvað hans að kæla hana Elmu niður Elma búin að vera með flottar aukjaður og gestinir búin að vera í miklu vandræði með móttökuna í kjölfarið 4 stig hjá Káa-liðinu í röð og staðan skyndilega 19-21 það væri eftirlega mikið áfall fyrir gestinni að það myndi ekki ná að klára þessa fyrstur hinnu búin að vera yfir allan tíman, Káa-liðið ekki ennþá búin að leiða það leiddu 20-13 og rétt áðan þetta er fljótt að gerast þessi leikliði hjá Matteo áðan svínvirkað, nú er spurning hvort að Borja ná að leika það eftir Elma klár í slaginn á ný það er hérna flautið og hér kemur uppgjöfin hún er áfram bara frábær hjá henni en nú taka þess að vel á móti en frábær hávardi af Pálu til Olmo og Káa mingar í 1 stig 21-20 Já, fyrsta blokkstíg Káa-liðsins bæði lið komið með 1 blokkstíg Það myndi að segja að það var hrikalega vel gert í gestunum en Pála lokaði á þetta Elma, hérna ekki skorar hún ás og Káa er búið að jafna í 21-21 ég sagði áðan Káa-liðið búið svo oft í vetur að vinna frábæra sigra með öflugum lokasprettum skildi ekki verða að það yrði einmitt raunin hér í þessari fyrstur hinnu og hér er annar ásjáinni hún Marja Rún missir þennan bolta aftur fyrir sig og Káa-liðið er komið yfir í fyrsta skipti í þessum leik og aftur tekur Borja Leikli þetta er búið að ótrúlega sveifla 8-1 kafli á Káa-liðið núna þurfa 3 stig til að klára þetta og veit ég hvað Matteo er að fara yfir Káa-liðið ætla að ekki bara að segja bara haldið bara áfram að gera nákvæmlega sama þau verður að gera núna undanfarið Borja er að segja nákvæmlega öfugt innum einn Káa-liðið skyndilega komið yfir og vera undir alla þessa fyrstur innu þá erum við klári að halda áfram leik hérna Elma með flotta uppgjöf að vanda og gera þess að mjög vel gestirnir gott spil á miðjuna og það er Kristín Fríða að skora sitt annars stig í leiknum ná aðeins að höggva hnútinn þarna þetta var laglega gert fín móttaka og voru snöggar að koma boltanum á miðjuna sem að Kristín Fríða kláraði þetta Arnrún tekur gríðarlega vel á móti þessu Elma upp á Helena af hártinni það ná að berga þessu þetta er yfirstig ekki nokkuð spurning eða yfirstig hún náði aldrei að stíga í löppinu og þannig hún rann vel yfir línuna þetta var aldrei spurning 23-22 fyrir Káa þá er Helena Kristín mætti uppgjöfuna Káa vantar 2 stig til að taka þessa fyrstur hinnu
En taka vel á móti og aftur að miðjan en hann Helena klár og ekki boltinn frá Elmu aðeins og langur hérna fyrir Neru og 23-23. Það verður gríðarleg spenna núna hvort liðið tekur þessa fyrstu hrynu. Segi einstaklega mikilvægt fyrir gestina að sækja 3 stiga sigur hér í dag til að halda ennþá lífi í sínum vonum að vera deildarmeistarar. Káliðin er komið sér yfir en nú er lag fyrir gestina og miðjan, já. Þetta var vel gert hjá þeim. Þær eru núna feysast því á Valdísi. Þær eru núna 1 stigi frá að taka fyrsturinu. Það er búið að vera smá sveiflur núna. Kávalið var komið yfir. Nú eru gestinni afturkunnar yfir og 1 stigi viðbót frá þeim. Klárar þetta. Kávalið verður að svara. Birta Rós með uppgjöfina. Hún er bara örugg, beint á Arnrúnu. Nú kemur Pála. Þetta er á netinu held ég. Nei, hann farið á hávörðinni. Það skiptir ekki máli. Þessi endaði í gólfinu og afturölding tekur fyrstur hinu 25-23. Ég held að verði eiginlega viðkynast að það er sanngjarnt. Leiddu nær allan tíman en Kávalið á eins og mikið hróskilið. Það komið sér yfir með frábærum kafla. En það vantaði herslumuninn til að klára þetta og Mosfellingar áttuðu sig, náðu að átta sig og kláruðu þetta. Leiða því 1-0. Skulum kíkja á stiga skorið á Káaliðinu. Pála til Olmo Gómez stigast með 5 stig, Helena Kristín með 3, Sóley Karlsdóttir og Hulda Elma Eysteinsdóttir báð með 2 stig og Gíja Guðnadóttir með 1 stig. Hjá gestunum þar er Telma Dögg með 4 stig, María Rún með 3, svo er það Kristín Fríða, Anna María og Daniela Gretarsdóttir allar með 2 stig og Valdís Unnur með 1 stig. Ef við kíkjum hérna á hvernig fyrsta reyna spilaðist. 23-25 sigur gestana. 10 stig þeirra úr smössum gegn 8. Kávalið náði að svara með 3 ásum undir restina. Annars voru gestinni sem voru fyrr að ná uppgjöfunum góðum. 1 lauma Kávalið gegn Engri. 1 blokkstig á hvort lið. 11 stig sem afturöldingi skorar eftir mistök á Kávaliðinu gegn 10. Það er grunna með þessi talamunin lækka núna í næstu hrinum og 6 missetnar uppgjafir hjá gestunum gegn 3 Kávaliðinu. Kávar skora mest 7 stig í röð gegn 4. Það þarf Kávalið ná að snúða þessu sér í vel og koma sér inn í þetta. Kávalið leiddi mest með 1 stigi, það var rétt undir restina sem dugði þó ekki. Afturölding leiddi mest í 7 stigum með 20-13. En við skulum fara að setja gott í bili. Þetta komum svo ferskt með næstu hrinu. Já, þá er allt að verða klárt fyrir næstu hrinu. Gestirnir 1-0 yfir. En var hérna, eins og segi, töluvert sveiflur hérna þegar að leiða á fyrstu hrinu og verður spennandi að sjá hvernig liðin byrja á næstu.
og það er KA-lið sem byrjar. Það er hún Jóna Margrét sem að mun hefja þetta. Þá fær hún flautu góða og við erum klári að hefja hasarinn á ný. Og hérna kemur boltinn. Þetta er langur bolti og rétt út. Hann var sleikt í næstu í línuna en það er ekki nóg og þessi var úti. Vel gert hjá gestunum að átta sig á því. Það er miklu erfiðara að átta sig á því inn á velli hvort boltið sé inni eða úti heldur en hérna upp í blaðmannastúku. En fyrsta stigið til gestana. Helena tekur við þessu en missar til hliðar en Pála er klár og Valdís kemur boltanum yfir. Og nú er lag fyrir gestana og kemur hörkusmass sem að Sólin er ekki að stýra og þetta var vel gert hjá henni Maríu. Fjórðasti hennar í leiknum, gestinir komnir í 2-0. Já, eins og segi, þær eru heldur betur mættar norður til þess að sækja sigur sem er í fyrsta tap KA í vetur. Helena með flotta boltana en Telma tekur við þessu og nú kemur María. Nei, boltinn var of langur. María stíga yfir, já. Rétt, María dæmdi brotleg hérna ef að svo má segja og KA-lið fær sitt fyrsta stig í þessari hreinu og Helena Kristín í uppgjöfina. Hún er fín og María missir hann. Það er ekki mikilvæg hæðaboltan. Nú kemur Pála. Flott móttaka báði liði núna og Telma með smass af hávörðina út. Já. Já, vel geta Telmu hennar 5. stig í leiknum. Hún ætti svo sem að þekkja vel til KA-liðsins. Var nú í tölvöru tíma hérna fyrir norðan. Aðstoðar meðal annars kallalið KA mikið. Þessi bolti, þessi snýst á netinu einhvern veginn rétt yfir og beint niður og Jóna náði ekki átt að sig en það er rosalega erfitt að taka þessa bolta. Þetta var vel til hérna Kristínu og hún heldur því áfram uppgjöfinni. Helena gerir þetta vel hins vegar og boltinn upp á Pálu. Pála, já. Sendir hennar rakleys í gólfið. KA-liðið minnkar í 2 stig aftur. Þá er skiptingu KA-liðinu, sjáum að hún Heiðbrá er mætt til leiks og þetta er hún klár í slaginn. Nei, já. Þetta kemur fín uppgjöf og Telma af hávörðinni gerir þetta vel. KA-liðið nær að halda sér á lífi, boltinn er núna rétt yfir nettið og kemur bolti úr afturlínunni og hestjarinni. Hrikalega vel gert hjá Önnu Maríu. Sett hann rakleiðis út í horn. Þetta gerði hún ansi vel. Í staðan fyrir að negla honum eitthvað þá sá hún bara að öruggur bolti út í horn myndi skilast í. Og þetta gerir Pála frábærlega í móttökunni og fær svo boltan aftur í kjölfarið og setur hann af netinu. Þá er erfitt fyrir hann að Daníel að verjast þessu. Já, en áfram leiða samt gestirnir. 2 stigum við núna. Það er virðast einfaldlega að vera heldur betur klárar í þennan toppslag. Sko finnst það var aldrei afskrifa KA-liðið. Pála með aðeins og langa bolta. Það var á síðustu stundu sem að Kristína lét boltan fara. Þá er hún María Rún í uppgjöfinni og hún bolta beint á Valdísi sem gerir þetta vel og kemur Pála og setur þetta á hávörðinni og fyrir vikinn er Kristína ekki að bregðast við og enn er 2 stiga munur. Og þá kemur Helena aftur inn á í KA-liðið.
Sóley með fasta uppgjöf og þessi bolti ekki nóg með að fer upp í loft, hann fastur upp í loftinu. Þessi móttaka frá Maríu. Hún náði ekki að dempa boltan að það niður og hann skaust lengst upp í loft og það þarf að losa hann að bolta vantilega leik loknum. Þannig að það komið bara næsta bolta. Vonandi þessi svipa loft í honum, þannig að Sóley þurfi ekki að aðlagast nýja bolta. Æja, frábær bolti og Kristína missir hennan. Frábærar uppgjafir hérna hjá Sóleyju, 4. stig hennar í leiknum. Káa komið 5 ása í leiknum, 2 í röð núna. 6-6. Núna lag fyrir Káa að halda áfram. Þetta eru geggjaður uppgjafir en þessi bolti rétt út. Það verður nú að hrósa Kristínu Apostolóvu fyrir að láta hennar bolta fara. En þessi var alls ekki langt úti. Gríðarlega fastar og flottar uppgjafir hérna hjá Sóley. 2 ásar og svo einni rétt út hjá henni. Já, Pála tekur við þessu. Jónas þarf að sækja boltan og fyrir vikið setur Hilnan bara örgan yfir. Nú kemur hratt miðjuspil hérna og þetta vel gert. Það var Kristín Fríða sem klárar þetta. Já, Hávarturinn Káa ekki alveg ná að bregðast við þegar þeir taka þetta hraða miðjuspil gestirnir. Og hún Kristín Fríða búin að skora nokkuð stig núna. Það verða öflug. Kemur Valdís með uppgjöfina af netinu en Pála nær að bjarga þessu. Kemur Helena. Smettir þessu niður. Nei, það ná að bjarga þessu og já, Gía, ja, það var bolti sem voru netið, þetta var ekki net. Þannig að Káa fær það stig, boltinn svo af Hávarturinn út. Borsjál þjálfari í afsendingar mjög ánægður með þetta, vill meina að Gía fari í netið en ég alveg 100% á því að þetta var boltinn sem fór í netið. Og Káa minnkar í 1 stig. Og Gía fer svo í uppgjöfina sjálf eftir þessa flottu björgun hérna, fyrst í Hávarturinn og svo var að fljóta breiðast við að boltinn var á leiðinni niður í gólfið. Og nær boltanum sem var ekki yfir núna og það ódýr stig til gestana. Þetta 7. uppgjöfin hjá Káa-liðinu sem að klikkar. Það vil segja í leiknum. Sjáum hvað hún Daniela gerir. Bolti frá henni hann var greinilega lúmskur því að Helena mista til hliðar og þetta endar í ás. Já, leit ekki út fyrir í fyrst að vera svakalega erfiður og hann kannski verið smá bói á honum. Kemur hann aftur, þessi svolítið langur en Pála tekur hann. Boltinn svo upp á Helenu og Helena nær hann ekki yfir. Og gestirnir komnir núna 4 stigum yfir. Hún skorað 3 stig í röð núna eins og sjá þetta undir afturlendingamarkinu. Það eru 3 boltar. Já, það kvittar næst í stúkunni. Það styðja við það flotta Káa-lið sem þarf á smá stöðning halda núna. Kemur Helena aftur og setur hann í Hávarturinn og þessi endar í gólfinu. Já, þetta hárrétt. Eftir klikki á Helena áðan að setja boltan beint aftur á hana. Þannig að hún fái sjálfsögstið beint aftur og hún klárar þetta vel. Þau líklegast aldrei klikka 2 sér röð á ferlinum. 3 stiga munur og þá Jóna Margrét í uppgjöfinni. Þessi var úti. Já. Búið að vera svolítið álag á Jónu. Spilaði 2 leiki með B-liði Káa helgina. Svo náttúrulega hún að æfa eins og skepna þessi stelpa. Ætla sér gríðarlega langt í blakíþróttinni. Þetta nýbúin að spila sína fyrstu A-landsleiki. En þetta hins vegar ás hjá henni Önnu Maríu. Vantar aðeins upp á móttökurinn Káa-liðinu. Gestirnir eru að nýta sér það vel. Komnar 5 stigum yfir núna. Komist 7 stigum yfir fyrsturinu. Þetta Káa-liði hleypið ekki svo langt fram sér aftur. Já, Valdís með boltan full hátt og það tend svo seilinga á Jónu.
Já, það vantar aðeins upp á móttökuna og það er bara allt og dýrt í Blaki. Móttakan er ekki nægilega góð og þá tekur Miguel Mateo Castrillo leikli fyrir Kávalið. Skulum kíkja örstutt á hvernig þessi önnur hrina hefur verið að spilast. Sjáum það hér, 14-8 fyrir gestina. Kávalið að vísa með fleiri stig úr smössum en gestin með 3 stig úr Ás gegn 2. Engilum og ekkert blokkstig komið til þessa, en þess að sjáu þetta, ég talaði um eftir fyrstu hrinu, ég myndi reikna með því að mistökum myndi fækka hjá liðunum og gestin hafa gert það. Það er aðeins 1 stig sem þær hafa gefið Káaliðinu eftir mistök, en Káaliðið hins hafa búið að gefa 7, það er 5 eftir missaður uppgjafir og það er bara allt of dýrt. Það er bara munurinn á liðunum. Vonandi að Kávalið nái að loka fyrir þetta. Það er allt of dýrt í svona mikilvægan leik. Sóley upp á Pálu, Pála missir boltan yfir. Nú er lag fyrir gestina og kemur Telma með fastan bolta beint af Valdísi. Og eðlilega nær hún ekki að bregðast þessu. Telma gerir hún það vel að koma yfir og beðast afsökunar á þessu. En þegar þú ert líberó, þá ertu nú ýmsu vön þegar að koma fastir boltar. Valdís kippir sér nú ekkert upp við þetta. En líka séu vel gert hjá Telmu. Og Valdís aðeins og aftarlega þarna og nær ekki þessum bolta. 8 stiga munur, 16-8 og gestinir eru einfallega að spila frábært lag. Eru að hamra hérna á Káaliði sem að þarf aðeins að ná að anda. Það er ekki oft sem að sé það ekki í gírnum sínum. Jæja, Sóley kemur boltanum yfir. En hratt uppspil hérna á miðjuna og Kristín Fríða skorar 9 stiga munur og þetta er hérna 5. stig í leiknum. Já, ég reikna hana ekki með þessu fyrir leika. Gestinni myndu ná að fara svona illa með Káaliði. Og sjáum hvað Mateo Castrillo gerir. Hann tekur hérna leikli. Kíkjum örstutt á hvernig stigaskorið hefur verið hjá liðunum. Sjáum hérna Káaliðinu Pála de Olmo Gómez með 8 stig. Káaliðinu mikið að leita Pálu. Það er svona skiljanlega, hún er alltaf gríðarlega öflug. Helena Kristín með 5 stig. Sóley með 4, búin að vera flott. Hulda Elma með 2 stig og Gíja Guðnadóttir 1 hjá gestunum. Þar er Telma Dögg stigast með 6 stig, Kristín Fríða með 5, einnig hún Anna María, María Rún með 4, Daníela Gretarsdóttir með 3 og Valdís Unnur er með 1 stig. Sjáum hver þetta skilar, þetta leiklið hjá Miguel Mateo Castrillo og þjálfari KA. Jæja, kemur Pála út af í skiptingu og Nera mætir aftur inn á. Var hann þetta að sjá meira af henni. Þessi heitir hennar annar leikur með KA í vetur. Já, þetta er vel gert á Helenu og Nera með frábæran bolta þarna. Já, það gerði hún mjög vel í að lesa hávörnina og hvar afturlínan var. Vissi bara hár hvar hún átti að setja boltan. Minnkar þetta í 8 stig. Eins og ég sagði í fyrstu rauninu, þá aldrei að gefast upp í Blækinu. Helena með boltan hérna sem að María tekur við. Og Telma með svakalega neglu. Hún fór hátt upp í loftið og neldi þessu niður. Já, Telma Dögg heldur áfram að skora fyrir gestina. Og Kristín Fríða í uppgjöfinu, hún er svolítið löng þessi en Arnrún tekur hana og hér kemur Nera og Hávarden tekur þetta. Sýndist að vera hún Valdís sem að tók þetta, Valdís Unnur. Og gestirnir 10 stigum yfir. Það eru búin að
sína gríðarlega styrk hér í annarri hreinu. Það er að læra af fyrstu hreinu og hleypa KA-liðinu ekki aftur inn í þetta. Nera með geggjaðan bolta aftur. Já. Þetta er ekki alveg búið og mikilvægt að nýta alla svona bolta. Það kannski byggast ykkur við gratis bolta eða þægilegum bolta yfir, en Nera er að gríðarlega yfirsýn. Þá er Elma mætt í uppgjöfuna. Hún náði einhverjum 2 eða 3 ásum í röð áðan. En Kristína tekur vel móti þessu og kemur boltinn á kantinn og þetta gerir María Rún vel. Þannig að ekki náði KA-liðið að halda Elmu lengi í uppgjöfinni. Þannig að staðan er 20-10 fyrir gestina. Þær eru á góðri leið með að tryggja sér að minnstakosti stig hér í kvöld. Næja, sjáum hérna móttakan KA-liðinu, Helena Arnrún og Nera. Telma Dögg sem að tekur uppgjöfina fyrir gestina, býður hann þetta flautinu frá Sigurbirni Árna. Það kemur hér. Þessi bolti á, Nera tekur þetta vel upp á Gíu og KA-liðið nær ekki að berga þessu. Það fellur lítið með KA-liðinu hér í kvöld. Fyrir utan hann frábæra kafla undir lok fyrstu hreinu sem hann komur sér aftur inn í þetta. Það dugði því miður ekki. Telma, Nera missir hennan hins vegar ás hjá Telmu. 8. stigið hennar í leiknum. Það er ekki slæmt. Það er orðið morgunljóst að gestirnir eru að koma sér í lykilstöðu í 2-0 hérna. Nera missir boltan yfir og nú kemur fastur bolti og þetta gerir hún María mjög vel. Hávörnin var ekki komin í gang. Þannig að hún eiginlega bara gæti smassaði sem hún vildi. 13 stiga munur. Já, við segið þær kallaliðin hjá þessum liðum mættu þessum daginn. Tók afturölding fyrsturinu 25-10 en kallanir hjá KA náðu að svara með næstu 3 hreinum. KA-lið fyrir kvöld eins og það er að koma sér í aðeins erfiðara stöðu. Þeir eru að lenda 2-0 undir hérna, þetta smass frá Sóli of langt og nú vantar gestina aðeins 1 stig. Komnar með 5 stig í röð núna. Viljum hvað Telma, hún klárar ekki bara núna. Nera fer með hann upp og ok, Jóna tók hana bolta og KA-lið kemur boltan yfir. Nú er heldur betur lag fyrir gestina og hörku bolta frá miðinni og Valdís Unnur. Hún klárar þetta 25-10 sigur gestana og sjáum að KA-lið tekur smá fund núna. Það er geta betur og þeir vita það sjálfar. Þannig að það er bara að róa taugarnar og vera klárar að koma sér bara áfram inn. Það er ekki að býða upp á það að reyna að núlstilla sig milli hrina. En svona kíkja á tölfræðina. Hér sjáum við stigaskor KA í leiknum. Pála til Olmó Gómez stigast með 8 stig. Helena Kristín með 5. Sóley með 4. Nera og Hulda Elma með 2 stig og Gíja með 1 stig. Sjáum gestina. Telma Dögg búin að vera gríðarlega öflug með 8 stig og María Rún með 6 stig. Þá eru það Kristín Fríða og Anna María með báða með 5 stig. Valdís Unnur með 3. Einni Daníela Gretarsdóttir. Svona kíkja þess á hvernig tölfræðin í þessari annar hreinu spilaðist. Hún kemur hérna upp. Stórsigur gestana 10-25 staðrend. KA-lið með 5 stig úr smössum gegn 9. 2 ásverð KA gegn 5. Móttakarinn KA var bara ekki nægilega góð því miður. 1 lauma KA gegn Engri, 1 blokkstig á gestunum gegn Engu. En sjáuði hérna munin. KA-lið far 1 stig eftir miðstöð gestana
en Afturlík fær 9 stig eftir misjöfn Káaliðinu, þar af 5 vísindar uppgjafir. Það bara allt of dýrt. Þetta var í rauninni munurinn á liðunum í þessari annarri hrinnu. Káaliðið aldrei yfir í þessari hrinnu. Gestirnir náðu þetta mest 15 stiga munum sem að einmitt lokamunurinn eftir með að skora síðustu 6 stig hrinnunar. En nú verður áhugavert að sjá hvað Káaliðið hefur uppi í erminni. Gestirnir hafa verið að spila frábært blak. Og eru bara sanngjarnt 2-0 yfir, komnar með 1 stig úr leiknum. En Káaliðið á ennþá séns á að snúa sér sér í vil. Það myndi það muna miklu í Káa þó allavega að jafn í 2-2. Þannig að gestirnir fara alltaf ekki með öll 3 stigin eins og munar 5 stigum á liðunum í deildinni fyrir þennan leik. Og Afturelding verður að vinna til þess að halda spennu í toppbaráttunni. Þær eru á góðri leið með það. Með 3 stiga sigri yrði aðeins 2 stig á milli liðana í toppbaráttunni. Já, smá breyting á Káaliðinu. Og Lovísa Rut Aðalsteinsdóttir er mætt núna. Vonandi er hún að kveikja líf í stelpunum. En eins og segi, óvenjulegt að sjá móttökuna á Káaliðinu. Það hefur vilt verið töluvert betri en þetta. En á saman tíma það er búin að vera bara flottur sóknarleikur hjá gestunum. En nú erum við klár í næstu hrinnu. Haldís tekur vel á móti þessu. Jóna upp á Helenu. Helena setur hennar út. Og fyrsta stigið gestanna. Þarf að skora fyrsta stigið í öllum 3 hrinnunum til þessa núna. Sjá hvað hún Daníela gerir hérna. Alltaf á Valdísi. Pála upp hérna á Helenu. Helena laumar og þetta gerir hún frábærlega. Sá hérna að háarni var hátt uppi og það var engin klár þar fyrir aftan. Og Helena með sitt 7. stig. Jafnar í 1-1. Og kemur uppgjöfuna hérna og hérna lúrir Pála til Olma Gómez. Klárið að boltinn hérna laumaðist yfir nettið og hún bombaði þessu niður og Káa komið í 2-1. Nú er að gera að keyra á gestina. Káalið hefur nákvæmlega engu að tapa. Það er með flottan bolta hérna. Sem hann ná að bjarga og Telma með boltan hérna sem að Valdís nær að verjast og boltinn hérna núna á Neru. Nera setur hann út, engin snerting. Hann var ekki alveg viss hvort að það er snerting eða ekki. Hann var alltaf ekki dæmt, þannig að gestirnir fá stigið jafn í 2-2. Þessi bolti út, já. Þetta var vel gert hjá henni Valdísi. Boltina frá henni Önu Maríu úrgjöfinni að hafði svo langur og Valdís Kapitola gerði þetta frábærlega. Sjáum hvað hún Lovísa gerir. Fínn bolti frá henni, en Kristína tekur við þessu og kemur frábær blokk frá Gíu. Loksins náðu að verjast þessu miðjuspili og þetta endar svo í hörku stígi frá Pálu. Tek boltar hana
rétt við hann Sigurbjörn Árna dómara. Hún neldur sig niður. Frábær í Dio stöðinni. Hún Paula del Olmo Gómez. Hún þekkir nákvæmlega ekkert annað til að vinna á titla sem bóðu eru hérna á Íslandi. Þessi bolti að háðinu út. Þetta er gott stig hjá henni Maríu. Það kemur boltinn hérna langur, já þessi er alltof langur og Valdís lætur hann fara sem er hárrétt. Sjáum hérna bæði lið hafa klikkað 8 uppgjöfum í leiknum til þessa. Já, það er alltaf nýfjart í þeim leik. Þessi bolti af hávörninni en Káalín að bjarga þessu Jóna upp á Neru og Nera. Frábær björgun hérna á boltinn svo til Neru. Já, þetta var erfið bolti. Frábær björgun á báða bóa, enda með stíi fyrir gestina. Þá er Telma mætti í uppgjöfuna fyrir gestina. Hún átti nokkrar í röð áðan, en þetta gerir Helena vel og hratt uppspil hérna á Gíu og þessi er rétt út hjá henni. Það er allir rangt út, við viljum engan veginn sjá bolta út hjá henni. Og staðan orðin jöfn, 5-5. Fávandi jafna og skemmtilega hreinu núna. Hinn var allt of ójöfn. Þetta er vel gert af Valdísi, boltinn núna á Pálu afturlínni og Hávardin góð þarna en Pála boltan upp á Helenu, Helena af netinu og boltinn yfir. Nú lag fyrir Káliði, Jóna upp á Gíu og Gíu af Hávardinni. Það bjargaði þessu. Og boltinn á Telmu, Telma með örgan bolta. Jóna upp á Valdísi og Valdís á Neru, Nera af Hávardinni og þessi endar í gólfinu, frábærlega eftir gestunum. Þær eru komnar yfir með því að skora núna 3 stig í röð. En það er allt annað að sjá Káliði núna heldur en í síðustu hreinu. Heldur Telma áfram að koma með sínar flottu uppgjafir. Þessi og löng, já. Já, Valdís gerir fátt annað en að fagna of löngum uppgjöfum. Þetta var svo 9. sem klikkar hjá gesturum í leiknum. Og þá er hún Nera mætti í uppgjöf fyrir Káliði. Hún er oflöng. Já, við höldum áfram með hnífjarða leik í misjafnum uppgjöfum, 9-9. Já, Pála tekur vel við þessu, Jóna upp á Pálu úr afturlínunni og hún smellir þegar hittir hennar en Telma bjargar þessu og nú kemur fastur bolti sem að Helena sér við og boltinn á Valdísi sem að tekur að þæli yfir. Hvað gerir hér? Já, þetta er erfitt að eiga við þetta og hún Anna María Vidal Búza er að skora sitt 7. stig í leiknum. Já, það eru að svara vel núna gestirnir fyrir þegar Káa var að byrja leikinn, að byrja þessa hreinu núna ágætlega. Kemur Jóna á Gíu og Gíu klárar þetta frábærlega. Já. Það krefst gríðarlegs leikskilning að fatta hvenær maður á að negla boltann og hvenær maður á bara að leggja hann. Og Gíu fer svo í uppgjöfuna og þar Káalið helst að nokkur stig í röð. Þessi var inni, já. Það held að vera úti en þessi dettur á línuna annars skipti í leiknum sem að boltinn einhvern veginn virðist vera á leiðinu út en dettur svo beint á línuna í Káaliðinu. 8-8 og áhugavert fagn hjá Káaliðinu í kjölfari. Það voru mjög skemmtileg morð í Káaliðinu og þarna skorar Gíu aftur, já. Það er yfirleitt fagna ásum og skemmtilegan hátt og þetta er stór skemmtilegt.
Já, Gíja kom með 4 stig og kemur Káa yfir í 9-8. Káa-liðið kom með 7 stig úr Ásum núna. Kristína sér við þessu og nú kemur boltinn á Önu. Önu, já, frábælega gert hjá Neru og lauma frá Jónu og Káa-liðið fær þetta stig, já, tvíslag. Ekki nokkur spurning. 10-8 fyrir Káa núna og vonum að þessi að finna taktinn. Gíja áfram ekki vinni 4 stig í röð Káa núna. Gíja náttúrulega, svo við vitum, gríðarlega öflugur leikmaður, leikmaður í landsliðinu líka. Boltinn lauma þarna, Jóna klár og Gíja upp á Helenu, Helena með neglu þarna sem að ná að sjá við og kemur boltinn á Telmu afturlínunni og frábælega gert hjá Gíju og boltinn svo á Pálu og Pála, já, Telma björgar þessu, hvar enda þessi bolti? Anna og einhvern veginn nær hún Pála ekki þessu bolta, virtist alveg með þetta en misreittar hann á síðustu stundu og kestirnir mengið í 1 stig. Já, búin að vera gríðarlega öflugar hér í dag. Stelputur úr Mosfells bænum. Næja, kemur Valdís Unnur með uppgjöfina fyrir gestina. Pála tekur vel við þessu og boltinn upp á Helenu. Helena laumar, en þarna Telma mætt en þarna var Anna ekki alveg með hugan við verkefnið. Og þessi endar í gólfinu. Káa aftur 2 stigum yfir. Þá hún Jóna mætt í uppgjöfina. Sjáum hvað hún gerir. Yfirleitt með mjög flottar uppgjafir. Þessi, já. Þetta bara ás. Negla þarna á Kristína. Líberóin í liði gestana nær ekki að stýra þessu. Skildi svo sem engar undra. Þetta var gríðarlega fastur bolti og erfitt að eiga við hann. Þetta getur hún Jóna svo sannarlega. Og mætir aftur Hessir og neðarlega. Endar í netinu. Og þá hún Daniela fyrir gestina. Smá jafnvægi komið í þetta núna. Káa-lið að leiða. Ágætis stemning í Káa-liðinu. Valdís missir boltann á langt og þarna lúrir Anna María. Neglir þessu niður. Minnkar í 11-12. Það rándýrt að missa móttökuna yfir netið. Þegar þú ert aldrei klár í háarnina. Meðan hans staðingarnir eru tilbúin með allavega 2 ef ekki 3 leikmenn. Og hér taka allavega svona bolta. En hvað það? Bolti núna á Pálu. Pála bombar sér með háarnina en það ná að bjarga þessu. Pála var aftur. Já. Svo var fljóta átta sig. Tók boltan í sjöttaskiptið, kláraði þetta 13-11. Lífsnauðsynlegt fyrir Káa að taka þessa hreinu og halda þessum leik lifandi. Sjáum hvað Helena gerir hér. Já, Kristína flottir í móttöku og Anna með boltan á langan. Já, þessi rúti. Ekki nokkur spurning við það. Káa komið 3 stigum yfir núna. Anna María yfir hinum megin. Nú var hann öfum megin og setja hann út. Kemur boltinn hérna á Telmu og dæmt. Mók á gestina. Já, nú hlutinu aðeins að þetta falla með Káa-liðinu. Komnar 4 stigum yfir. Þá tekur Borja González Vicente, þjálfari gestana, leiklíi. Hann hefur ætlalega engan áhuga á því að missa þennan leik í einhverja fleiri heldur en 3 hreinur. En ég reikna nú með að
enginn hafi búist við 3-0 sigri annarkvors liðsins hér í dag. Þetta eru allt of sterk lið til þess að tapa 3-0. Eins og segi, KA-liðið ekki tapa leik í vetur. Hann með bakið upp í vegg núna. Býr gríðarlega mikið í þessu liði. Kemur ekkert á óvart að stelpurnar séu fattar að býta frá sér. Já, þá mætir hún Lovísa Rutt aftur inn á fyrir KA-liði. Kemur Hilna með boltan. Flottur bolti en taka vel á móti þessu. Kemur Lauma, Pála frábærlega gert hjá henni og boltinn upp á Neru og Kristína tekur frábærlega á móti. Kemur fastur boltinn á afturlínunni og Jóna missar hann aftur í sig. Já, þær eru svo sannarlega enn á lífi gestirnir. María Rún Karlsdóttir, hennar 8. stig í leiknum sem sjáið. 23. stig gestanna úr Smassi. Jæja, Valdís tekur hennar bolta. Já, frábæra gæti Jónu að bjarga þessu og Pála sem boltan yfir kjölfarið. Og hér kemur svo gott smass frá henni Maríu Rún. Hún minnkar í 2 stig, hennar 9. stig núna. Sjáum hérna gestirnir 24-17 yfir. Stig úr smössum. Pála, þessi er auðvitaðlega endar úti. Hún munurinn orðin 1 stig, 3 stig hjá gestunum. Þetta er svo sannarlega ekki búið. Þá tekur Miki Elma Theo Castrillo, þjálfari KA leikli. Þetta er fljótt að breytast. KA 4 stigum yfir rétt áðan en 3 snögg stig í röð hjá gestunum. Minnkandi 1 stig. Já. Eins og ég segi, ef að gestirnir taka þennan leik 3-0 eða 3-1, þá fá það öll 3 stigin út úr leiknum. Það myndu þá minnka forskot KA-liðsins niður í 2 stig á toppi deildarinnar sem að myndi því að það var allt galopið fyrir loka kappa deildarinnar. En það eru spilaði 15 leikir í deildinni. Þetta er leikur í 11. umferð, þannig að það er 4 umferðir eftir þegar þessi leikur eru búinn. Því ennþá nægur möguleiki fyrir liðin að sækja eða missa stig. Ekki boltinn að Pálu, Pála, já, sneiðir hennar fram í háhörninni og beint í gólfið. 12. stigið hennar Pálu. Þetta er hárrétt að finna hana. Þá það er Lovísa út fyrir Elmu. Og þetta Elma nái þokkalega mörgum uppgjum í raununa. Reyndist gestunum ansi erfið í fyrstu reynu. Þeim tókst að loka hana strax í þeirri annari. Hvað gerist hér í 3. reynu? Hér kemur boltinn frá henni, Kristína nær þessu og boltinn upp á Telmu. Telma af hárninni og boltinn yfir. Nú KA-lið séns. Jóna upp á Gíu, hratt upp á miðjunni. Þetta getur KA-lið líka. Og Gía neglir þessu niður. KA 3 stig miður núna, 5. stig Gíu í leiknum. Já. Við viljum að sjálfsögðu fá fleiri reynir innan leik, það er ekki nokkur spurning. Flott Lauma þetta frá Telmu. Já, þetta getur hún svo sannarlega Telma Dögg. Minnkar til 2 stig. Stál í stál hérna, 9. stig á Telmu í leiknum. Og Kristín Fríða Sigurborgardóttir í uppgjöfinni fyrir gestina. Nú þarf móttakarinn KA-liðin að vera í lagi. Helena, Valdís og Pála klárar
í slaginn. Jæja. Kemur boltinn frá Kristínu. Hann á Pálu. Pála. Dæmt. Mók á Pálu. Þetta furðulegu dómur. Enda Gíja á. Dæmt. Það endurtekið. Ég bara hjartanlega sammála þessu. Þetta var áhugaverður dómur, en þá allavega Sigurður Árni má það eiga það að hann sá að sér og þetta endurtekið. Því að Gíja gríðarlega góð í rökra málin. Ætti við að fara í lögfræði. Það spurning hvort að hún ekki bara að ræða við Akureyrarbæ fyrir hönd KA og hvað var uppbyggingu á félagssvæðinu okkar. En hvað það? Hér þá Kristín Fríða mætt aftur og þessir út hjá henni. Já, þessi var allt og langt til hliðar. Pála kom með hreyfingin sem hún ætlaði að taka bakkera móti þessu, en það var allt í gríni, en það var boltinn langt út. Og þetta stig endar hjá KA. Þetta 33. stig Hreinunar. Pála fín móttaka þarna að Maríu og fær svo boltan aftur, setur hann í netið og niður, já. KA-lið 4 stigum yfir aftur. Voru 15-11 yfir áðan, gestirnir komið tilbaka, en nú munurinn aftur 4 stig og hann Borja González Vicente tekur leikhlé. Skulum aðeins kíkja á hvernig þessi þriðja hreina hefur spilast. 19-15 í KA, bæði lið með 60 mössum, 3 ásæri KA gegn engum, 2 laumur KA gegn einni, 1 blokkstig á gestunum gegn engum, en munurinn kannski aðalega svo að sá að gestirnir eru fannar að gera fleiri mistök, gerðu aðeins 1 mistök í síðustu hreinu og eru búin að gera 8 gegn 7 núna. Það ekki að KA-liðið sé búið að laga það að gera mistök, það bara að gestirnir eru fannar að gera mistökin líka. Það svo sem tökum því, svo framalega sem að KA-liðið vinnur þetta. Sárvanta stigi sigur þessari hreinu. Pála vel tekið hérna hjá Maríu og boltinn laumulegur, yfirsteg á Gíu. Þetta hárrétt, Gíja bakkaði allt of mikið og vissi bara sér sökina. Já. Getur eðlilega ekki sett neitt við þessu, en það ætlaði hann sér ekki að gera það. 19-16, 16-19. Telma Dögg, hvað gerir hún hér? Að fara fyrir liði gestana. Það kemur boltinn hratt uppspil á Gíu og já, Gíja að raðinn stigur núna. Frábærlega gert, hennar 7. stig. 20. stig KA úr smassi. Já, henn á skiptingunni. Nera fer út og Sóley Karlsdóttir kemur inn á. Kemur beint í uppgjöfina. Sóley búin að eiga nokkrar frábærar uppgjafir í leiknum. Vonandi að hún nái inn nokkrum stigum núna. Munar svo sannarlega hvert stigi núna í svo lokakafla 3. hreinu og lendi vandræðum hérna, kom boltan yfir og Jóna upp á Helena af hárunni, en það bergaði þessu. Nú kemur boltinn út á kantinn og vel gert af Pálu og kemur boltinn á Helena aftur og Helena bombar þessu frábærlega gert. Já. Það halda var áfram að spila sitt blak hérna stelpurnar og þetta var frábært stig. Ótrúlega jákvætt að KA óhrætt við að láta hana ungu Jónu stýra uppspilinu. Frábær skóli fyrir hana og Heimild setur boltan hérna upp á Helenu og Helena laumar. Þarna var frábær hávörn hjá Valdísi Unni. Hún sá nákvæmlega hvað Helena var að reyna að gera og ítti þessu niður. 4. stig hjá Valdísi í leiknum. Annað blokkstig hjá gestunum í þessari hreinu, 4. í heildina. María Rún
Fín móttaka hjá Helenu og hratt uppspil núna á Gíu. En Anna María lokar á þetta. 2 blóst í rauðagestunum og þær eru ennþá inn í þessu. 3 stiga munur. Næja, hvað gerir María? Pressa á henni að ná nokkur stigum í viðbót til þess að brúa bilið. Og kemur boltinn afturlínu á Pálu, en Telma tekur við þessu. Boltinn á Önnu. Og já, vel gert á Helenu, frábæra staðsett og fær svo boltann í kjölfarið. Og á Kristína tekur þetta og kemur boltinn þægilega fyrir KA-liðið. Pála upp á Jóna finnur það Gíja á. Sjáum við þessu, hún kemur boltinn á Önnu, hún laumar og eru KA-liðið nær að halda sig ágætlega. Frábær björgun, boltinn er enn á lífi. Og þessi er út, frábært stig hjá KA-liðinu. Gestirnir eru vægast ósattir, en ég held að þetta hefði bara verið björgun hjá KA-liðinu. Það var gaman að sjá þetta aftur, en vá! Þetta er eitt málið á aldrei að gefast upp. Þessi endaði svo úti og KA er 4 stigum yfir. Já, hér, þetta getur reynst gríðarlega stórt stig. Andlega sé líka gefið KA-liðinu mikinn kraft. Gíja Guðnadóttir kemur hérna með boltan en nær ekki yfir og mundur því áfram 3 stig. 19-22 fyrir KA. Þvílíkur leikur hérna í 3. hreinu eftir vonbrigðar hreinu nr. 2. Pála tekur við þessu, Jóna upp á Helenu sem að tekur hann þægilega á Telmu og kemur boltan á Önnu og Valdís var aðeins á framalega. Ég hefði kannski bara taka fingerslag hérna í staðan fyrir bakkerinn. Það er svona auðvitað að segja það eftir á. Allt annað þegar boltin kemur að fullu afli á mann. En 2 stiga munur. Valdís, Önnur, Einarsdóttir fyrir gestina. Kemur boltin frá henni, beint að Pálu. Þá kemur boltin á Helenu, já, frábær stig hjá Helenu. Helena Kristín Gunnarsdóttir með 9. stigið sinni í leiknum. KA-liðið vantar 2 stig til þess að minnka þetta í 2-1 og halda þessu leik heldur betur opnum. Jóna Margrét núna í uppgjöfinni. Hún er flott, þessi var inni. Þessi var svo sannarlega inni. Já, að fá þetta stórglæsilega ásfagn hjá KA-liðinu. Já, við erum líklegast að fá meira af þessum leik. KA-liðið vantar 1 stig í viðbót til þess að klára þessa 3. hreinu. Já, hvað gerir Jóna núna? Jóna einn í nettið. Gestirnir eru enn á lífi en þurfa að taka örugga uppgjöf yfir. Tökur enga sensa í þessari stöðu. Daníela Gretarsdóttir pressanir þó nokkur á henni. Næja, gefum þægilega beint að Pálu. Jóna upp á Pálu, Pála á hárunni. Það bergaði þessu vel gert og út í boltinn á Önnu af hárunni út. Þarna á Sóley var kannski aðeins og lengi átt að sig. Allt í góðu. Páli er enn í góður í stöðu. 24-22. Henn er þessi hrina í fullu fjöri. Daníela kemur aftur með þægilegan bolta á Helenu. Helena missir hann full langt. Jóna var að berga þess en boltin enda svo úti. Og spurning að taka leiklínuna. Matteo. Já, þá tekur hann leikli. Það er greinilega að fylgjast með KA-TV, hlusta á mig. Þetta er ótrúlegu leikur. Það er nóg að vera mikið fjör hérna. 24-23, 3 stig hjá gesturinn núna og þær eru enn á lífi, en skulum ekki gleyma því að ef það kemur klikk núna hjá þeim þá vinnur KA hreinuna.
En við viljum endilega fá 4. hrinu í þennan leik. Sérstaklega núna þegar liðin eru farin að bæði að spila sínum krafti. KA-lið búið að þó nokkurn tíma að komast í gang. Jæja, sjáum hvað gerist núna. Nær Matteo að taka Danielu út af laginu. Áfram pressa á henni í uppgjöfinu. Nú sem það að gera mjög vel að taka bara þægilegar uppgjafar yfir. Engin séns tekinn. Hér kemur bolta beint á Pálu. Jóna á Pálu vantarlega, já. Og Pála af hárunni. Snöggt átt að segja, boltinn poppar yfir. Nú séns fyrir gestina, kemur Telma og hún jafnar. Við erum að fara í upphækkun 24-24. 4 stig á gestunum og þær eru ennþá í séns á að klára þennan leik. 3-0. Þá kemur Sóli út fyrir hana Neru. Þarf að sjálfsögða að vinna með 2 stigum eins og við vitum í blækinu. Þetta er ennþá galopið. Jæja, Daniela. Nú kom klikkið og KA-liðið sleppur með strekkin. Nú vantar KA áfram 1 stig til að klára þetta. Kannski svo típist leið og léttist aðeins pressan á manni, þá kemur klikkið. Það gerist það hjá henni Danielu. Kemur uppgjöfum frá Helenu og sem er þá lífið, kemur þæluboltir KA-liðið. Pála upp á Jónu, Jóna á Pálu. Pála af hárunni og þessi enn á lífi, frábærlega gert á gestunum. Telma yfir, Helena frábærlega gert og Jóna upp á Pálu. Pála laumar, þessi enn er lífi. Og Anna yfir á Valdísi. Jóna, hvað gerir hún? Stufur tilbaka á Helenu. Nú er séns fyrir gestina hratt uppspil hérna á miðjunni. Nei, og Lovísa tók þetta, en þetta vantaði einhverja með henni. Og staðan í 25-25. Kemur skipting hjá gestunum. Þórey út og innan kemur Marja Rún. Þessi 3. hrina stál í stál, heldur betur. Það er algjör synd að missa hennar leik í 3-0 eftir þessa flottu hrinu. Við viljum endilega fá meira af þessu. Valdís upp á Jónu, Jóna upp á Pálu sem að tekur hann nokkuð vel með við stöðuna sem var í. Telma, þetta var net og út, þetta var netið. Þetta var netið, alveg ekki nokkuð spurning, það fór ekki KA-liðið. Ég ræða dómarinn sína milli, þetta var allan daginn í netið. Nei, hann dæmir aftur til að fá stiði. Þetta fannst mér allan daginn verið í netinu, en hvað það? Ekki er ég að dæma þetta, en nú eru gestirnir í lykilstöðu að klára þetta. Ég er ekki viss með þessi dómar hafi verið réttur. Anna á Valdísi. Nú verður KA að skora. Pála. Flott móttaka þarna gestunum. Nú er séns á Telmu. Telma með fasta bolta af hárunni. Pála tekur þetta. Jóna upp á Pálu. Pála af hárunni út. KA er enn inn í þessu. 26-26. Já, hérna hér. Það þarf þokkalega taugari að spila svona leik. 26-26. Hvar endar þetta eiginlega? Lovísa með uppgjöfina. Hún er fín, heldur betur. Bombar þarna af netinu og í gólfið. Og KA er núna stígi yfir. Og ég vil seint fá nóga þessu frábæra ásfagni KA-liðsins. Jæja, Lovísa nær hún aftur ás. Hann myndi klára þessa hreinu. Já, hérna hér. Flottu bolti, en hún tekur við þessu og Marja og kemur boltin á Telmu og Telma setur hann af hárunni út. Já, þú segja touch. Matteo er ekki sammála, en það er ekki hann sem dæmir þetta. Áfram heldur þessi hreina 27-27. Og þá sjáum við hana Birtu Rós
í uppgjöfinni fyrir gestina. Hörku stemning Kámli núna. Þetta er ásjá Birtu. Nú er þetta búið að snúast, nú er að gestinir aftur í séns á að klára þetta. 28-27. Jæja, hvað gerir þú núna? Kávalið komið aðeins framar. Þetta var þetta stutt uppgjöf hérna áðan. Já, Valdís er klár núna og kemur boltinn á Nera. Já, þessi leikur þessi hrína ætlar að engan enda að taka. 28-28. Já, hér, þetta er frábært sem þessi bæði lið er að bjóða upp á hérna í þessari þriðju hrínu. Pála del Olmo. Gætis móttaka, koma boltanum fram hérna og þessi er inni. Já, þetta gerur María vel. Fyrsta slag hérna hjá gestunum var ekkert frábært en það gerur gríðarlega vel úr því að koma boltanum upp á Maríu sem að kláraði. Og nú er það Telma Dögg á uppgjöfina. Hún er á löng hjá henni og þessi er úti. Og Telma komin í afturlínuna. Náttúrulega hefur gestin hafa leitað mikið til hennar í þessum leik. Það er svo sem hvort sem það er í framlínu eða afturlínu. Þannig að það breytir svona rosalega miklu fyrir Kávalið að hún sé komin í afturlínuna. Nera með þægilegan Anna sem tekur við þessu og kemur hratt uppspil hérna á miðjuna en frábær hávarðan á Gíu og þessi bolti svo frá Maríu af hávarðinu á Kávaliðinu og út og aftur er gestinir að leiða þetta 30-29. María Rún Karlsdóttir komin í uppgjöfina með 11 stig í leiknum. Valdís, já, beint á Jónu og Jóna á Helenu og Helena, já, boltinn þann gangi. Valdís yfir, já, hún þarf að vera að stökka upp núna. Anna á Pálu, Gíja upp á Helenu, Helena að hávarðinni og þetta er enn eitt jöfnunarstigið, 30-30. Þessi þriðja hrína er búin að vera algjörlega geggjuð. Og þá er skipting, eða líbero skipting, Lovísa kemur inn fyrir hana Valdísi og svo fær Gíja að skipta við hana Heiðbrá. Heiðbrá fer í uppgjöfina, hvergi banginn, koma inn af bekknum, beint í uppgjöf. Spurning hvað hún gerir hérna. Það væri gott að létta pressuna og ná þessu stigi líka. Flottur ás, þvílík innkoma. Ekki slæmt þetta. Já, Káa 31-30 yfir núna. Jæja, Heiðbrá, þú mátt alveg klára þetta. Flottur bolti en flott móttaka á Kristínu og kemur þægileg bolti hérna sem Jóna sér við og boltinn upp á Pálu, Pála, já, hvað gerir gestinni núna, Anna upp, já, Heiðbrá með flotta móttöku, boltinn núna á Helena, já, María sér við þessu, kemur boltinn á Önnu, Anna, út og Káa, tekur hinuna, já, þessi leikur er ekki búinn og ég fullyri það að Kávalið er komið til að vera núna mingar í 2-1 eftir marathon hrinu hérna 32-30. Þetta getur verið risastórt andlega að tapa svona hrinu eða vinna svona hrinu. Vonandi fáum við bara 8 hrinu í þetta. Þessi lið heldur betur að sína okkur frábært blak hérna í þriðju hrinu. Skulum kíkja á stigaskorið. Hjá Kávaliðinu Pála del Olmo Gómez með 13 stig, Helena Kristín Gunnarsdóttir með 10, Gíja Guðnadóttir með 6, Sóley Grandsdóttir með 4, Nera Mateljan með 3, Jóna Margrét Arnarsdóttir og Hulda Elma Eysteinsdóttir báða með 2 stig, svo er það Lovísa Rut og Heiðbrá báða með 1 stig. Sjáum gestina, María Rún
og Anna María báði með 11 stig, Telma Dögg með 10, Kristín Fríða með 6 stig, Valdís Unnur með 4, Daníela 3 og Birta Rós með 1 stig. Við kíkja á hvernig stigin í þessari marathon hrinu dreifðust. Sjáum þetta 32-30 sigur Káa, 12 stig á báðum liðum úr smössum, 6 ásar hjá Káa gegn einum, frábærlega gert hjá stelpunum. 2 laumur Káa gegn einni, reyndar ekkert blokkstig á Káa en 3 hjá gestunum. 12 stig sem Káa skorar eftir mistök á gestunum en 13 sem að Afturling fær. 6 misjafnar uppgjafir Káa liðinu, en það líka skilaði sér í því að Káa liði skoraði 6 ása sem við borgar sér að taka sénsa. Káa leiti mest með 5 stigum, gestir mest með 2. En já, sjáum hérna leikinn í heild sinni til þessa. 23-25 sigur Afturlinga fyrsturinu, 10-25 stórsigur í þeirri annari, en Káa liði með heldur betur karakter sigur í þriðju hrinu, 32-30, og leikurinn því enn galopinn. 25 stig á Káa í heildina með smassi gegn 31, 11 ásar á Káa gegn 9, 4 laumur á Káa gegn 1, 1 blokkstig á Káa liðinu gegn 5, mér samt eins og blokkina Káa sé að koma til, og 23 stig sem Káa hefur skorað eftir mistök á gestunum gegn 33. Káa lið gerði allt mörg mistök gegn aðeins 1 í annar hrinu, það er eiginlega munurinn á þarna. Og Afturling leitt mest með 15 stigum, það er engin mínus, það er bara mest leitt með 15, það er unnu 25-10 í annar hrinu. En já, þá erum við að búa okkur undir 4. hrinu. Ég var líka alveg handviss það að þessi leikur myndi ekki fara 3-0. Þetta eru allt of öflug lið til þess að vinna að tapa 3-0 í þessum innbyrðis viðureign. Já, að vísu fór annar leikur liðana í vetur 3-0 fyrir Káa í Mosfellsbænum. Þannig að ég þarf að geta það á honum með að þessi leikir vinni ekki að tapa ekki 3-0. En Káa sem sé vann 3-1 sigur að Varmá og svo 3-0 daginn eftir í desember. En nú er að gestirnir sem eru í lykilstöðinu og eru það alltaf sjálfsögðu áfram. Jóna með flotta uppgjöf sem að Anna tekur við, og hér kemur Telma og hún skorar, ekki nokkuð spurning, setur þetta í hornið, og enn er það gestirnir sem skora alltaf fyrsta stigið í hreinunni. 1-0 yfir hérna. Og hérna er ás frá henni Unnu Maríu, Anna María. Valdís náði ekki að stýra þessum bolta og staðan þjórinn 2-0 fyrir gestina. Kannski kveikir þetta bara vel í þeim, það er aldrei að vita. Þannig að boltana sem að Helena tekur við, Jóna upp á Pálu, Pála, já, vel gert hjá Maríu, klára þarna undir, Telma, já, þetta fór í spíruna eins og einhver vil kalla þetta, antennuna eða spíran. Káalið fæst í 2-1. Fyrir Helena með boltan. Kristína tekur við þessu og það er svona lauma, þetta missir Pála boltan yfir, en frábær björgun hjá hans í kjölfarið. Þetta kemur Nera boltan í hávörðina. Valdís með boltan upp á Jónu og Nera aftur bara, hún skorar núna. Já, neglir þessu beint í fangið á Maríu sem er eðlilega í vandræðum með að taka móti þessu. Þetta er rosalega erfið hæð, þetta er of neðarlega fyrir fengislag en of ofarlega fyrir bakker. Káa búið jafnt í 2-2. Og ásjá Helenu, setur hann á Önnu sem er ekki að stýra þessu betur en svo.
að KH er komið með 3 stig í röð núna og verið leiðir 3-2. Þetta er, eins og ég segi, bara frábært lag sem liðin er að bjóða upp á núna. Já, aftur er Helena að skila ás í hús hérna. Og við fáum því enn og aftur að sjá þetta glæsilega fagn á KH-liðinu þegar það skora ás. Kemur Helena, fínn bolti og María missir hann og langt, hann KH-lið er í séns núna, boltinn tilbaka á Pálu, Pála, en nei, Telma er klár hérna og kemur María í hávörðina og út. Já, ég ekki bara segja að þetta hafi verið klókt hjá Maríu. Í hávörðina út. En þá aðeins 1 blokkstig hjá KH-liðinu komið í hús. Þau var nú oft verið fleiri, þannig að það spyrir hvort að kvikningi var á hávörðinu á KH-liðinu þegar líður áfram ánanleik. Svo gæti líka verið núna að ef að leikurinn verður eitthvað marathon viðureign, það muni reyna meira og meira á gestina. Þeir eru aðeins með 9 leikmenn hér í dag. KH er hins vegar með fulla skýrslu, það er að segja 12 leikmenn. Þó ég efast ekki það að leikmenn sé ekki í formi, en það tekur þetta gríðarlega á að spila svona erfiðan leik. Já, þá er Kristín Fríða klár í uppgjöfina, kemur boltann hérna. Nera upp á Jónu og Jóna á laum. Pála með laumi fyrir ekki við. Jóna svo á Neru, Nera neglir þessu en frábær móttaka á Önnu og boltinn upp á Maríu sem að reynir að lauma boltanum hérna með frá netinu en hittir ekki yfir netið. KH-lið fær því stigið 5-3. Lovísa fer í uppgjöfina. Mætir Gía aftur til leiks, komin í framlínuna. Það er gaman að sjá hvernig tökum áfram fleiri hröð uppspil á Gíu á miðjunni. Einmitt talandi hratt uppspil á miðjuna. Það er hérna á hana Valdís Unni sem að setur boltan út. KH 6-3 yfir. Já, KH-liðið áfram með baki upp í vegg og verður að vinna þessa hrinnu til að knýja fram Odda-hrinnu. Það er að byrja það vel núna. Þetta var eins og frábælega gert að Telmu Dögg. Hún má eiga það, hún er ekki bara há í loftinu, hún stekkur líka hátt og á því þið vilt auðvelt með að negla boltanum niður. Minnkar hérna í 6-4. Helena tekur við þessu, Jóna upp á Neru, Nera. Nei, Telma klára hérna og kemur boltinn niður á Maríu, María út, já. Þetta er vel gert. Hermanna heilsa þarna hjá Valdísi. Þakka fyrir. Það var kallað á hana, boltinn var út og hún lét hann vera. 7-4 fyrir KH-liðinu. Pála del Olmo kemur með þetta og Anna boltan fram að okkur María og hún setur það af hávörðinu út. Já, María eiga það, hún er búin að eiga frábæran leik og með 13 stig í leiknum eins og við sjáum. Minnkar þetta í 7-5. Þetta er heldur betur galopið hérna í þessari 4. hrinu. Helena upp á Jónu og Pála, en sá þetta Kristína mætt og hérna kemur Anna að hávörðinni og Gía eðlilega svolítið svegt þarna, virtist vera með þetta en boltinn dettur í gólfið. 1 stiga munur, 7-6, 2 stig í röðagestar núna. María Rún því áfram í uppgjöfinni. Nói, það er í gangi hérna eitthvað verið að skoða boltamál hérna. Það fór alltaf 1 bolti upp í loftið áðan og er ennþá fastur í netinu upp í loftinu. Hvort að 1 bolti sem hafa komið svo inn í staðinn sé ekki típiskur spilbolti, veit ég ekki. Það er kannski líklegast ástæðan fyrir því að Sigurbjörn Árni er að hlaupa hérna að skipta boltum hérna.
Hann hefur þessu rosalega gaman að hlaupa kallinn. Það vantilega ástæði fyrir þessu hlaupi. En jæja, áfram með smjörið. Helena á Jóna yfir á Neru og þetta er vel gert hjá henni Maríu þarna og þessi bolti af horninu út og þeir eru búin að jafna í 7-7. Já, Thelma kom með 13 stig. Þær eru heldur betur að standa fyrir sínu. Það eru Anna María, Thelma og María Rún. Og talandi Maríu, þetta ekki verið með uppgjöfina sem að Helena tekur á móti og já, þessu bolti var erfiður fyrir Gíu en hún er að stýra honum og þarna kemur klikk hjá Valdísi. Ætlaði að negla þessu niður en tók hann full neðarlega og hitti því bara netið. KA-liðið er því áfram að leiða þetta. Áher skipting, Sóley kemur inn fyrir Neru. Móti fáum við nokkra flottar uppgjafir frá Sóley í kjölfarið. Sóley Karlsdóttir, ung og efnileg og svo fjölmarga aðra stelpunar í KA-liðinu. Og hér kemur Sóley, flottu bolti og þær lendi að vandræða með þetta. Nú fær KA-liðið sénsinn. Boltinn á Pálu og boltinn boppar hann af netinu og Thelma reynir sitt besta að berga þessu en það er svo erfitt að taka svona bolta. Pála búin að taka ófáa bolta hér í dag að skoppa af netinu. Hvort þetta sé planað hjá henni veit ég ekki en það er alltaf gríðarlega erfitt að ráða við þá bolta. Sóley aftur og núna er það María sem missir bolta aftur fyrir sig. Þessar uppgjafir algjörlega til fyrirmyndar hjá henni Sóley. KA-lið komið 3 stigum yfir núna aftur. Þetta er hennar 5. stig í leiknum. Ætla sé ekki 4 ásar af þessum 5 stigum. Ég held að sé allavega 1 smastig þarna. Sóley aftur og hérna boppar á netinu. Það er ná að bjarga þessu og kemur Anna með boltan út. Já. KA-lið er heldur betur búið að finna takti núna. Þessi önnur hrina sem var alveg hræðileg. Töpu 25-10. Er búin að kveiki í þeim. Og þá tekur Borja González Vicente leikhlé fyrir gestina. Mósvellingar eiga núna í smá hættu á að missa þetta í 8 hrinu. Þó að sé þetta nóg eftir þessi 4 hrinu. Og spurning hvað hann Borja gerir. Það vantar svo mikið upp á. En já, gríðarlega gaman að sjá KA-liðið halda áfram og koma sér inn í leikinn. Það leit ekki vel út 2-0 undir eftir þessa aðra hrinu sem var langt í frá það sem maður er vanur að sjá frá KA-liðinu. En alltaf sem einkenni góð lið er náttúrulega að halda áfram. Æja, þá höldum við leika áfram hérna. Hvað gerir Sóley? Er búið að ná að taka hann aðeins úr. Já, þessi var ólangur. Hvort að þetta var leikliðinu hjá Borja að kenna veit ég ekki, en þessi var allavega úti og þá er hún Valdís Unnur mætt í uppgjöfina. Hvað gerir hún? Valdís tekur vel á móti. Jóna með hratt uppspil á Gíu og Gíja skorar. Já, sáum að Valdís var að komast hér í varnarstöðuna sína eftir uppgjöfina og hún rétt missir á þessu bolta. KA-liðið aftur 4 stigum yfir. Lovísa mætir í framlínuna. Gíja í uppgjöfinni. Flottur bolti frá henni. Það taka vel á móti þessu. Nú er fyrir Önnu. Og hún skorar. Gíja var svo sem ágætlega staðsett en náði ekki að stýra þessi betur en svo að þessi bolti fór aftur fyrir. 3 stiga munur. Já, ef að gestirnir taka þessar hreinu þá skiptir rauninni litlu máli þessi hreina sem KA vann áðan. Þá fara gestirnir með all 3 stigin heim. Og herðuð. Nei, þetta var vel gert. Nei, þetta var dæmt seiling á Kristínu Fríðu
Ég ætlaði að fara hrósinni fyrir að vera vel á varbergi þarna en dæmt seiling á hana og Káaliði fær þarna stig, sleppur heldur betur með skrekkin. Jæja, Jóna Margrét. Hvað gerir hún að þessu sinni í uppgjöfinni? Hún er fín en frábær móttaka á Maríu. Boltinn á Telmu og á. Helena klár í móttökunni og Pála svo í kjölfarið. Neglir þessu en flott. Móttaka á gestunum og Sóley upp núna á Jónu og Jóna á Helenu og Helena af hávörninni og þessi bolti þetta er búið. Þetta var frábær blokk hjá gestunum. Káaliði í nöðvar þarna sem að því miður gekk ekki betur en svo. Boltinn endar í gólfinu 13-10. Þetta búið að vera fast núna í svona 3-4 stigum. Anna María fyrir afturheldingu. Já, Helena tekur vel við þessu, Jóna tilbaka á Helenu og Helena laumar og er frábær björguninni á Telmu og María á Valdísi og hérna kemur Helena og Kristína tekur þetta og kemur boltinn á Maríu sem tekur hann létt yfir. Valdís á Helenu og Helena, þessi var inni, nei, þau dæma hann út, línudómar dæmdi hann inni en Sigurður Árni dæmir hann inn. Dæmir hann út fyrir ekki, þannig að gestin minki 2. 13-11. Þetta er heldur betur leikur hérna hjá okkur. Valdís upp á Jónu, Jóna á Pálu, Pála af hávörðunum niður. Það gerir Pála virkilega vel. Ég var líka að hrósa henni Jónu Margréti, uppspilurunum okkar. Gríðarlega klár í slægin og hvergi bangin við að taka ábyrgðina í uppspilinu hjá Káaliðinu í svona mikilvægan leik. Þetta kemur boltinn á Telmu, Telma á hávörðinu og út. Já, þetta var klókt hjá henni. Hún sá að Sóley var með hendurnar uppi og Telma var í erfiðri stöðu. Þannig að hún skellti bolta bara upp í hendurnar á Sóley og út. Og þá fer Sóley út fyrir hana Neru. Og Kristín Fríða í uppgjöfinni. Og heitir beint á Neru sem missir boltan aðeins aftur í sig en fær svo boltan hendur kjölfarið og já, Anna tekur við þessu og þægileg bolti fyrir Káa. Jóna með hratt, nei, og setur boltan á kantinn á Neru og Nera skorar. Hitti boltan ekki alveg svona ætlaði sér en slapp með þetta og skorar. 15-12 fyrir Káa. Mikilvægt að hleypa gestunum ekki í að ná að jafna metin. Það er erfitt að vera undir allan tíman. Lovísa Rut. Fín uppgjöf þarna en Kristína tekur vel við þessu. Hún kemur hörku smass frá Maríu. María Rún að gera sitt 14. stig í leiknum. Já, heldur áfram að standa sér frábærlega hérna fyrir Mósvellinga. Telma Dögg núna í uppgjöfinni, svo hefur heldur betur reynst okkur erfið hér í kvöld. Hann fær hún loksins flaut til góða. Og fyrir að staði þetta. Kemur boltinn, Helena, já, gerir þetta mjög vel og kemur boltinn hratt á Gíu en hún var aðeins langt frá netinu og nær ekki spassinu og þetta er nú er ég ekki viss hvað enda hægna fleiri en ég óvissir hvað gerist hérna. Bæði lið fögnuðu gríðarlega en nú ræða dómararnir saman hvað ætlaði gerst hérna og Káaliði fær stigið. Já, 16-13. Nú fer hvert stig að verða heldur betur mikilvægt. Pála del Olmo. Flott móttaka hjá Maríu og Jóna reyndi að lauma hann alltaf niður en gekk ekki. Og hérna er fjórslag dæmt á Káaliði. Vil ég meina að ekki farið í hávörðina á afturlíku. Heldur bara farið beint í netið hérna þegar
Hún, Jóna, reynda að koma boltan yfir. Og staðan því 14-16 fyrir Káa. Valdís á Jónu, Jóna upp á Gíu en frábær móttöku á Maríu. Nú kemur boltinn yfir á Önnu, Anna, en Hávartinn er að blokka þetta aðeins. Nú kemur bolti beint á miðuna. Æja, áfram með þetta. Jóna setur hann ekki á Gíu sem var að biðja boltan, heldur á Neru og boltinn kominn yfir. Sáu þessa móttöku hjá Pálu og það reyna Laufumvoltar beint yfir, gengur ekki. Þetta vantar þetta samtali Káa-liðinu. Pála svo yfir. Kristína tekur við þessu. Hvar endar þetta? Anna á Neru yfir stig á Önnu. Rétt stígar á línuna. Það er nóg. Káa-liðið fær því stigið. 17-14. Þær að halda gestunum aðeins frá sér. Nú veit ég ekki hversu vel þetta sást. Þarna var missetna 5 hjá Jónu og Gíu. Jóna fekk bara skell í andliti. En hún er hörð á sér og hún heldur áfram. Þetta var í gaman að sjá aftur. Æja, Nera með uppgjöfuna, nær ekki yfir netið. Og gestunni fá þarna ódýrt stig. Já, búið að vera svolítið missetnar uppgjafir á báðum liðum. 12 fyrir Káa, 14 hjá gestunum sem sjáið. Það kemur fín móttaka af Pálu og kemur boltinn hratt á Gíu og Hávartinn velbakandi og í kjölfarið náði Valdís ekki að berga þessu bolta. Þetta var erfitt og ansi neðarlega og núna aðeins 1 stig á milli, 2 stig í röð hjá gestunum. 16-17. Sjáum hvað Valdís Unnur gerir núna í uppgjöfinni. Gríðarlega mikið undir núna. Svolítið langur, já. Þetta er vel gert hjá stelpunum. Það voru ófáar sem kölluðu út og Valdís hlustaði vel. Og kemur skipting Gía út fyrir Anna Elmu. Elma mætir uppgjöfina. Ég myndi alveg sætta mig við nokkuð stig í röð núna. Það er að reyna að tryggja það við fáum Oddarhinu. Kristína eins og með flotta móttöku, boltinn að Telmu úr afturlínunni, hún reynir að lauma, gengur ekki. Og á 19-16 fyrir Káa. En eins og ég sagði áðan, það eru aðeins 9 leikmenn á skýrslu hjá Aftureldingu. Meðan Káa er með fulla skýrslu að 12. Og það gæti alveg farið að telja núna þegar leikurinn er jafnvel að stefna í Oddarhinu. En leiklið hjá Borussia. Já, og þegar hún pærir í þá held ég að Daniela, nei fyrirgefi, það er Kristína nr. 4. Nei, fyrirgefi. Það er ekki Þórey nr. 5 held ég að ekki komið inn á hjá gestunum. Aðrar hafa komið inn á. Nei, það er vill sem þær hafa allar spilað. Það skulle bara gleyma öllu þessi bulli í mér. Það hafa allir leikmenn aftur líka spilað hér í kvöld. Mismikið þó að vísu. Frábær móttaka á Kristínu og kemur Anna með boltan á Elmu og kemur Pála. Þessi langur og þessi er úti. Já, henn er þetta galopið. 17-19 núna. Elma þá út í kjölfarið fyrir Gíu og Gía svo beint út fyrir Valdísi. Þetta er skemmtilegur kapall. Æja, hvað gerir Daniela? Hún stóð sér heldur betur í uppgjörum áðan en setur þetta í netið og Káa fær stigið. Stöðunni 24-20 fyrir Káa í þriðju hinu og var pressan öll á Danielu í uppgjöfunum.
hún stóðst hana og gestin jöfni í 24-24 en hún setur þessa uppgjöf hins vegar beint í netið. Nú Jóna Margrét Arnarsdóttir fyrir KA-liðið. Þetta fín uppgjöf, það ná að berga þessu og kemur Telma með fast smass hérna en Nera bergar þessu á Pálu og Valdi setur hann örugt yfir. Nú svo að séns fyrir gestina, kemur Telma og þetta stig fyrir KA. Já, ég sá ekki hvort það fór í netið eða háverðina, við skulum bara gefa KA-liðinu blokkstig fyrir þetta. Það ekki verið Pála sem tók þetta. Ok, við skulum segja þetta fyrir netið. Ég syndist það líka en ég ætla að vera góður. Ég fæ ekki að vera það. Jóna aftur. María með flotta móttöku og smá misklíkur hérna. Jaðraði við yfirstig en áfram með leikinn. Helena frábært eftir Pálu og Helena aftur. Laumar núna, þær verjast þessu. Og kemur Pála. Og hvar endar þetta? Helena núna neglir þessu og þessi úti. Risa stig fyrir afturheldingu. Í staðan sé 22-17, erum 21-18 og þetta heldur betur ennþá opið. Anna María í uppgjöfinni fyrir gestina. Maður alveg ruglar hérna, spennan svo mikil. Helena á Jónu, Jóna upp á Pálu, Pála neglir þessu, já, þetta gerur hún listilega. 4 stiga munur. KA svo sem eins og ég sagði, leiddi með 24-20 í síðustu hreinu. En það dugði ekki, gestirnir náðu heldur betur uppbækkun, endaði 32-30 sigri KA. Helena Kristín. Hvað gerir hún hér? Þessi fín, Anna tekur við þessu, hún kemur boltinn hérna hinum megin og María bombar þessu niður. Já, hún heldur áfram að lúðurinn stigunum, komin í 15 stig í leiknum. Þetta ennþá opið fyrir gestina, en það þurfa þá að ná að tengja nokkuð stig núna. Og vera 3-4 stig núna svolítið tíma. Birta Rós, hún kom sterk inn á þann en Valdís nær að bjarga þessu og þessi enda svo út, KA-liðið fær stigið og já, þetta var klaufalegt hjá gestunum. Það hefði verið að vera þægilegu bolti að taka við en einhver misskilningur og þær missa hann út. 23-19 fyrir KA. Heiðrún fyrirgefi, hún með fína uppgjöf og þessi út. KA-liðið núna í enn betri stöðu en það voru áðan. 24-19. En það þarf að klára þetta. Heiðrún, Júlía. Engin pressa en pressa þó. Eins og einhver myndi segja. Fýtt bolti, Anna tekur hann og Telma neglir þessar hávartinni, frábær hávart, þannig að KA-liðið snýr vörð í sókn, kemur boltinn á Helenu afturlínunni og áfram með þetta, áfram með smjörið. Kemur boltinn, sáu þið hávartinni á Gíu, en boltinn enn í leik. Pála, já, 25-19, við erum að fara í oddarhinu. KA búið að jafna í 2-2. Og nú heldur betur pressan komin yfir á gestina. KA-liðið búið að tryggja sér stig í þessum leik. Og það heldur betur mikilvægt að gera það verkum ef að gestirnir taka oddarhinnuna. Það náðar aðeins að minnka forystu KA á toppi deildarinnar 1 stig en ekki 3 eins og allt stefndi í. En já, við kíkja á stigaskórunina hjá liðunum sem afver þessa leiks. Við erum að fara í þessa frábæru oddarhinnu. Pála del Olmo Gómez stigast hjá KA-liðið með 17 stig, búin að vera heldur betur drjúg eins og svo ofta áður. Einnig mögnuð Helena Kristín Gunnarsdóttir með 12 stig, Gía Guðnadóttir með 7 á miðunni, Nera Mateljan með 5 stig, einnig Sóley Karlsdóttir,
Jóna Margrét með 2, einnig Hulda Elma Eysteinsdóttir og Lóisa Rut og Heiðbrá báðar með 1 stig. Hjá gestunum María Rún stigast með 15 stig, Anna María með 14 og Telma Dögg með 13. Það búin að fara heldur betur fyrir sínu liði. Kristín Fríða með 6 stig, Valdís Unnur 4, Daniela 3 og Birta Rósa með 1 stig. Já, þetta búið að vera algjörlega magnað að sjá hvernig KA-liðið hefur komið sér í gang eftir að hafa lent 2-0 undir og skítapað hreinu 2. En sjáum hérna sjáum við með tölfræðina úr þessari 4. hreinu. 25-19 sigur KA. 7 stig af þessu 25 voru smarstig en gestingar eru 9. 3 ásæri KA gegn 1. Engin lauma hjá hvoru liðinu í þessari 4. hreinu. 2 blókstig á afturlendingu, ekkert á KA-liðinu. En sjáu þið þarna. Þarna hundurinn grafinn. 15 mistök hjá gesturinn gefur KA-liðið stig gegn 7 eftir að afturlending gerði aðeins 1 þannig mistök í annar hreinu. Þá hafa þeir aðeins mist taktinn og fyrir vikið KA-liðið búið að jafna núna í 2-2. Og við erum að fara í æsi spennandi vantarlega Oddahreinu. Þetta verður gaman að sjá. Hérna sjáum við mitt heildar tölfræðina. 23-25 sigur afturlendingar fyrstu hreinu, síðan unna 25-10. KA-liðið vann svo þessa svakalegu 3. hreinu 32-30 og var svo að klára þessa 4. hreinu 25-19. Því erum við að fara í Oddahreinu. Hún upp í 15 fyrir það sem ekki vita. Ég hefði alveg til að hafa hann upp í 25. Fá endilega nóga mikið af þessu blæki en kannski fáum við upphækkun. Það aldrei að vita. En já, þá erum við að verða klár í Oddahreinuna. Nú snýst það bara það hvort liðið með kaldari haus. Klálega erfitt fyrir gestina að vera komna skyndilega í Oddahreinu eftir að hafa búin að vera mjög sannfærandi komnar í 2-0 og það heldur betur búið að lifna yfir KA-heimilinu. En sjáum hvað gerist inn á vellinum. Daniela ríður á vaðið. Hún fær þetta flautið og þetta að fara af stað hjá okkur. Næra að stýra þessu upp en Pála með þægilega yfir. Núna lag fyrir gestina. Nú kemur Anna og hún fram hjá hávörðinni og skora fyrsta stigið 1-0 fyrir gestina. Sem þýðir það að þær skoruðu fyrsta stigið í öllum 5 hreinum kvöldsins. Það að vísu ekkert sem hún græðir sérstaklega á því. Þetta snýst það að vera fyrst upp í 25 stig eða eins og í 3. hreinu. Fyrst upp í að vera 2 stigum yfir. Jæja, þá heldur Daniela áfram. Við þurfum á betri móttöku að halda núna. Sér langur en Valdís tekur hann. Kemur Pála. Bombar þessu í hávörðina en áfram heldur KA-liðið. Kemur Helena núna og hávörðina út. Jafnar í 1-1. Já. Liðin munum svo skipta vattarhelming þegar annað liðið komið upp í 8 stig. Það ég segi, nóg eftir af þessu. Helena. Fín móttaka á Kristínu. Og hér kemur Anna. En boltinn á hávörðin og KA-liðin að gera gott úr þessu. Pála hratt. Og hún skorar. Bombar þessu þarna. Og Daniela á eðlilega erfiðleikum að ná þessu bolta. Bæði fastur bolti en líka af hávörðinni. Og þá eiginlega ekki séns að ná að stýra þessu. KA-lið komið 2-1 yfir, 2 stig í röð. Kemur hratt uppspil hérna á Kristínu Fríðu sem að skilur þessu niður.
eins og svo oft áður í kvöld. Hún kom með 7 stig. Keimlík 7 stig hjá henni. 2-2 er staðan. Hvort sem í hrinum eða í þessari 5. hrinu. Anna María beint á Valdísi, skýrir vel og kemur Nera og setur hann út. Já, það eru sveiflur í þessu, nú eru gestir komnir einu stig yfir. Þetta er heldur vel búið að standa undir sem algjör toppleikur hjá tveimur bestu blagliðum landsins í dag. Pála en Anna sér við þessu og kemur boltinn á Maríu og hún skorar. María Rún kemur gestunum 2 stigum yfir, núna 4-2. Hún er algjörlega frábær, kom með 16 stig í leiknum. Sjáum hvað Anna María gerir núna. Nú þarf KR-lið á móttöku að halda. Valdís, já, gerir þetta fínt og kemur boltinn á Neru. Nera bombar þessu, frábær móttöku á Kristínu. Og já, Jóna upp á Neru. Nera er við bolta hana. Boltinn svo yfir á Maríu. María, nei, þessi var inni. Ég skil KR-lið að halda þessi verið úti en hann allt í hennu flaug niður. Ef það meikar sens. Og afturölding 5-2 yfir. Þær virðast vera klárari núna þegar allt er undir. Já, Nera upp á Jónu, Jóna á Pálu, Pála. Telma tekur við þessu. Boltinn á Önnu. Valdís nær að stýra þessu en Helena þarf að setja boltan þægilega yfir. Nú kemur boltinn á Maríu. María á hárunni og skorar 6-2, 5 stig í rauða gestunum. Og þær eru að komast hér í lykilstöðu í þessari 8 hrinu. Eins og segja, hún er aðeins upp í 15 og Miguel Mateo Castrillo, þjálfari KR, tekur leikhlé. Já, þetta er háspennu lífsættu leikur hérna hjá okkur í K-mælunu. Mikið hrósa KR-liðið að koma sér aftur inn í þetta en hefur væntanlega líka kostað þokkalega orku. Líka hrós á gestina. Þær var náðan úrstilla sig eftir að hafa mist þessa lykilstöðu sem voru niður í jafna 2-2 stöðu og eru klárar hérna í 8 hreinunni. Æja, hverju skilar þetta leikhlé? Anna María áfram í uppgjöfinni, búin að vera örugg. 5 stig í röð hjá gestunum. Hefur breytt stöðunni úr 2-1 fyrir KR í 6-2 fyrir Aftureldingu. Helena missir þennan og gestirnir eru komnir í 7-2. Vantar aðeins 1 stig til þess að skiptum leikhluta, eða leikvöll. Sjáum hvað Anna gerir núna. Nú þurfum við að móttöku halda. Valdís missir hann svolítið til hliðar en Jóna er fljóta að ná þessu og Nera, já. KR gerði gríðarlega vel úr þessu. Jóna hljópa eftir þessu bolta, setta hann vel aftur í sig upp í loft og Nera kláraði þetta. Minkar í 4 stig og þá mætir Elma, eða Hulda Elma Eysteinsdóttir, yfirleitt kölluð Elma. Hún er að leika sem fyrsta leik með KR eftir þessa endurkomu. Hún ætlar svo sem bara að vera til taks, þannig að hún mun ekki vera einhverju lykilhlutverki á KR-liðinu. María tekur við þessu, fær svo boltan aftur hérna kantinum og á vörnin og út og gestirnir leiða því 8-3 þegar við skiptum. Það þarf að snúa fyrst áður en er á skiptingunni. En já, gestirnir eru í bara frábæri stöðu á að klára þetta. Vantar aðeins 7 stig til að vinna leikinn, þá 3-2. En það er alltaf allt annað að tapa 3-2. Það er að segja ef það myndi fara þannig heldur en að tapa 3-0 eða 3-1. Því að þá
ná gestina aðeins að minnka þetta 5 stiga forskot KA niður í 4 stig í staðan að það myndi fara úr 5 niður í 2, það sé á topp deildarinnar. Það er svo mikið að stigum í Blaki að það er auðvitað að ruglast á þessu. En KA sem með 29 stig fyrir hennar leik á toppi deildarinnar, Afturelding með 24. Þessi leikur í 11. umferð. Þannig að þegar hann er búinn þá eiga liðin 4 leiki eftir. Þannig að baráttan í deildinni er hvergi nær í lokið. En ef að KA taka þessa hreinu þá held ég að maður getur svona eiginlega fullyrt að það sé komið að verja deildarmestaratitilinn. Og KA-liðin nær að bjarga þessu, gjörsamlega fyrirmyndar, en nú er svo að laga fyrir gestina Thelma. Jájá, hún nýtir alltaf svona færi og staðan orðið 9-3 fyrir gestina. Thelma með 14 stig. Vel gert að KA-liðin að koma boltanum yfir, en þetta var þetta þægilegu bolti fyrir Aftureldingu. Jæja, þá mætir Heiðbrá inn á. Átti flotta innkomu þarna í 3. hreinu fyrir allt var undir. Kristín Fríða með boltan sem Valdís tekur við. Jóna á Gíu og Gíja skorar. Já. Áfram með þetta. Þessi leikur er búinn að vera algjörlega frábær. Bæði lið að sýna það af hverju þau eru 2 bestu lið landsins um þessa myndir. Þá er líberó skipting á KA-liðinu. Arnrún Eik mætir inn fyrir Valdísi Kapítólu. María, en Heiðbrá gerir þetta mjög vel. Hún kemur Pála laumar, en María fljóta átta sig. Og kemur Thelma, frábær hávörn og Jóna upp á Pálu. Pála gerir þetta vel. Og hér kemur frábær hávörn enn á þessari KA-liðinu, en þessi enn áfram inni og enda svo í golfinu. KA-lið átti þetta stig heldur betur skilið fyrir að eiga 3 frábærar hávörnir og Gíja Guðnadóttir kom með 9 stig í leiknum þessu blokkstígi. Þarna vildi Matteo meina að það hefði komið 4 slag, að blokkinu KA hefði ekki tekið boltan þarna sem að var önnur hávörðin af 3, það hefði farið í netið, en áfram hélt leikurinn að KA fekk svo stíð á endanum. Staðan 5-9, þetta er ennþá möguleiki, en það ætlar KA-lið að skora fleiri stig núna, komið 2 röð. Við bíðum eftir flautinu fyrir Pálu til að halda þessum leik áfram. Þessi leikum hætti alveg halda lengi áfram, klukkan orðin 10:30. Þessi leikur byrjaði korter yfir 8. Ég er alveg til í að fá langa upphækkun í þessari 8 hreinu. Þetta er búið að vera frábær leikur, algjöru veisla fyrir áhorfendur. Jæja, þá fær Pála flautið og hér kemur hún. Jæja, María tekur við þessu og fær svo boltan í kjölfarið. Og sjáu þið Heiðbrá þarna. Og hér er Pála, en vel gert hjá henni Daníelu og svo bombar Thelma þessu í gólfið. Og gestirnir aftur 5 stigum yfir, 10-5 núna og Thelma Dögg með 15 stig fer svo í uppgjöfina sjálf. Jæja, Thelma kemur þægilegan bolta sem Valdís sér við. Jóna upp á niður og nýra og svo var úti. Já, hann var tæpur en hann var úti. Vigfús Jónbergsson, leikmaður Karlaliðs KA, línudómari þarna. Hann var svo sem sannuð við sig og dæmdi hann úti. Thelma með bolta hérna sem að Pála tekur en missar hann yfir. Nú er séns fyrir gestin að klára ansi mikilvægt stig en ná ekki betra slagið en þetta. Nú kemur Nera á horninni, setur hann upp og þessi endar úti. Nú er þetta heldur betur orðið erfitt. 12-5 fyrir Mosfellinga.
aðeins 3 stig sem Aftureldingu vantar til að klára þessa Odda-hreinu sem yrði þá fyrsta tap KA í vetur. En eins og ég sé búinn að segja, það er allt annað að tapa í Odda-hreinu heldur en að tapa 3-1 eða 3-0. Ná hérna gríðarlega mikilvæg stigi af gestunum. Þannig að við kíkjum kannski örstutt á heildartölfræðina í leiknum. Sjá það að gestirnir hafa verið að sækja rauninni betur í leiknum. Við erum með 47 stig úr Smössum gegn 36. Og hafa gert færri mistök þó að þeim hafi fjölgað mikið eftir aðra hreinu. En þá erum við klár í að halda þessu áfram hérna hjá okkur. Thelma Dögg í uppgjöfinni. Setur hérna Pálu, Pála tekur hann upp á Jónu, Jóna upp á Pálu aftur, Pála. Kristína tekur við þessu. Við kemur boltinn á Thelmu og hún með erfiðan bolt á Heiðbrá nær þessu ekki. Mosfellingar eru 2 stigum frá því að leggja KA hér að velli. Thelma Dögg. En setur hún boltan á Pálu. Og kemur boltinn yfir á Neru. Nera, já. Þetta var vel gert hjá henni og KA-liðir enn á lífi en þarf núna á nokkrum stigum að halda. Og það er kannski að fara að gerast hér úr uppgjöfum því Sóley Karlsdóttir er mætt til leiks. Sú hefur átt góðar uppgjafir hér í kvöld. Arnrún mætt aftur í líbyrjóman fyrir Valdísi og Helena Kristín mætt í framlínuna. Kristína missir boltan yfir, nei, þessi er enn á lífi og þetta enda með stigi fyrir gestina. Svekkjandi stigi fyrir KA-liðið og gerir það verkum að Afturelding þarf aðeins 1 stig núna til að klára þetta. Já, þessi Odda-hreina búin að vera full ójöfn og var að vonast eftir stál í stál eins og síðustu 2 hreinu hafa verið. Valdís upp á Gíu, Gíja upp á Helenu, Helena neglir þessu, já, gerir þetta vel og gerði líka frábærlega að fara ekki í yfirstig. Átti magnaða lendingu þarna. Lovísa mæti til leiks núna. Gíja Guðnadóttir, nú er heldur betur pressa á henni. KA-liðið þarf 7 stig í röð til þess að knýja fram upphækkun. Annars er leikurinn búinn. Og þetta er búið. Þessi uppgjöf fer ekki yfir nettið og 15-7 sigur Aftureldingar staðreynd hér í þessari Odda-hreinu. Mikið hrós á KA-liðið að fá Odda-hreinuna eftir að hafa lent 2-0 undir. En sama tíma liðið Aftureldingar gerði einfallega færri mistök hér í dag og voru sterkar að ná sér aftur í gang eftir að hafa mist 2-0 forystu sína niður í 2-2 og vinna svo sannfærandi 15-7 sigur í Odda-hreinunni. Og fyrsta tap KA í vetur staðreynd. En sem betur fer þá náðu þær stigi út úr leiknum. Við erum því með 30 stig á toppi deildarinnar núna. En Afturelding í öðru sæti með 26 stig. En sjáum hérna stigaskorið í þessum leik. Pála del Olmo Gómez stigaðist hjá KA-liðinu með 18 stig. Helena Kristín með 14. Gíja Guðnadóttir með 9. Nera Mateljan með 7. Sóley Karlsdóttir með 5. Jóna Margrét Hulda Elma og 2 stig. Og svo var það Lovísa Rut og Heiðbrá báðar með 1 stig. Hjá gestunum það var María Rún með stórleik 19 stig og Anna María Vidal Buza og Thelma Dögg Grétarsdóttir báðar með 16 stig. Kristín Fríða með 7 stig. Valdís Unnur 4, Daniela með 3 og Birta Rósa með 1 stig. Já, þetta var heldur betur skemmtilegu leikur. Skulum rýna örstutt í Odda-hreinuna.
Hérna sjáum við hana 15-7 sigurst gestana staðrend. Samt sko 6 stig af þessum 7 hjá Káa úr smössum. En hérna gerðu eins og gestinni vel í að þær gerðu engin mistök sem enduðu með stigi fyrir Káa. Men Káa gerði 5 þannig. Og já, það var eiginlega hundurinn grafinn. Þetta sést vissu ekki hákur í mynda því að tölfræðan okkar er fyrir. En Matteo, þjálfari Káa, er að ræða við stelpurnar og bendir mikið á hausinn. Það snúist aðalega bara að ná haustum í lag. Vera ekki of stressaðar og spila bara sitt blag. Þegar Káa-liðið fór ekki vel á stað í leiknum og það kostaði í rauninni tap í dag. En ég vissi ekki taka neitt af gestunum. Það voru mjög öflugar og sýndu það saman að þær eru með hörkulið og það má búast til svakalegum leik þegar þessi lið mætast í 8 úrslitum Kjörís bikarsins á næstu dögum. Það verður kannski, allavega vilja einhverju meina að það sé kannski hálfgerður bikarúrslitaleikur. En já, eins og segi, Káa-liðina er þó sem betur fer að taka stig úr leiknum sem gerir það verkum að þær eru með 4 stiga forskot á afturlíku núna þegar 4 umferðir eftir deildinni. En já, ég held að við fyrir bara að fara að segja þetta gott hér í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég og lýsti þessu með ykkur og Stefán Jóhannsson sá útsendingu. Þetta við förum bara að segja þetta gott hér í bili og þökkum kærlega fyrir okkur. Bless, bless!